Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 713 haldinn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þann 17. febrúar árið 2026 kl. 17 er hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Alexander Ragnarsson, Birgitta Rún Birgisdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishús sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 9 mál, fundargerð bæjarráðs frá 5. og 12. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 6. febrúar, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 29. janúar, fundargerð menntaráðs frá 6. febrúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. febrúar, fundargerð velferðarráðs frá 12. febrúar og lýðheilsuráðs frá 12. febrúar, fjárfestingaverkefni 2025, svar við fyrirspurn vegna framkvæmda og kostnaðar og svo að lokum erindisbréf fyrir samráðshóp málefni fatlað fólks síðari umræða. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá hefjum við bæjarstjórnarfundinn okkar hér í kvöld og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 5. og 12. febrúar síðastliðnum, orðið er laust fundargerðirnar. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs vinsamlega gefið þess merki og hér fara allar hendur á loft. Nú við höldum hér ótrúi áfram í máli 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. febrúar. Að venju kæru bæjarfulltrúar þá hefjum við umfjöllunina á þeim málum sem þarf sérstakt samþykki og hefur forseti yfirferð á þeim málum. Og við byrjum á máli númer 8, grenndarstöðvar í Reykjanesbæ. Þarna var Anna Karin Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri sjálfbærnimála, að leggja fram tillögu að staðsetningu grenndarstöðva, en staðsetningar sem lagðar voru til voru Elliðavellir Bjarnaróló, við Afreksbraut, við Geirdal, á Áningarstað við Fitjar, í Höfnum og við hæfingastöðuna á Ásbrú. Þarna var umhverfis- og skipulagssvið að samþykkja staðsetningarnar allar, ráð afsakið, nema við Elliðavelli Bjarnaróló og við Afreksbraut þar sem samþykkt var að senda fyrst í grenndarkynningu. Orðið er laust mál númer 8. Þeir sem samþykkt geta máli vinsamlega gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Næst er það mál númer 10, flugvallabraut 734, óskum breytta nýtingu fastegna. Hér er lagt fram erindum að breyta byggingunni við flugvallabraut 734 í 8 smá íbúðir. Hér er umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja erindi með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda, en orðið er laust mál númer 10. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykkt geta máli vinsamlega gefið merki og hér fara allar hendur á loft, kærar þakkir. Nú næsta mál er mál 11, Hafnarbakki 10. Hér er óskað eftir heimild að fjölga íbúðum úr 10 í 17. Umhverfis- og skipulagsráð er hér að samþykkja breytinguna með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda samkvæmt 2. málsgrein 44. grein skipulagslaga og samþykkir einnig að stytta tímabil grenndarkynningar samkvæmt 3. málsgrein sömu skipulagslaga. En orðið er laust mál númer 11. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykkt geta máli vinsamlega gefið merki og hér fara allar hendur á loft. Nú næstu mál númer 12, Kirkjuvegur 37. Í þessu máli sótt heimildir stækkunar á bílageymslu. Hér hefði umhverfis- og skipulagsráð áður samþykkt breytinguna þann 23. júní árið 2023, en sú afgreiðsla féll úr gildi þar sem ekki var sótt byggingaleyfi innan árs samanber 4. málsgrein 44. grein skipulagslaga. Hér er umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja erindi með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda og heimilar einnig að stytta tíma grenndarkynningar í samræmi við skipulagslög. En orðið er laust mál númer 12. Þeir sem samþykkt geta mál númer 12 vinsamlega gefið merki og hér fara allar hendur á loft. Nú næsta mál er mál 14, fjarskiptastaur af Klettatröð 3. Í þessu máli eru Íslandsturnar að sækja heimild til uppsetningar á fjarskiptastaur við Klettatröð 3. Er að ræða 16 metra langan stálstaur með undirstöðu. Búnaður hans er í tvennu lagi, annars vegar í 13 fermetra tengiskúr og hins vegar á ofanverðum staurnum. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð heimildina sem þau telja varð ekki annan en umsækjandann sjálfan og sveitarfélagið. En orðið er laust mál númer 14. Þeir sem samþykkt geta máli vinsamlega gefið merki
og hér fara allar hendur í loft. Nú orðið lausn fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Guðbjörg Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Ég kem hér upp undir fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs þann 7. febrúar. Og það þá sérstaklega vegna liðar 3, Fitjabraut, Fitjabakki. Og ég vil byrja að þakka starfsmönnum umhverfissviðsins fyrir frábæra vinnu við göngu- og hjólaleiðir frá Sjávargötu til Fitjabakka. En sakna þess að ekki sé klárað að leggja gangstétta frá Krónunni og að stærsta hringtorgi Reykjanesbæjar. Nota bene þetta hringtorgi stórt og flott en á rammvillusum stað. Með leyfi forseta, þá langar mig að lýsa og rekja sorgarsögu íbúa í Ásahverfi og reyndar íbúa Reykjanesbæjar allra og óskum þeirra umferðaröryggi handa börnum sínum, til dæmis þeirra sem ganga í Njarðvíkurskóla dagsdaglega og eða vilja komast í glæsilega nýja verslun Krónunnar, fá sér skyndibita á Óbje eða kíkja við á dýralæknastofu við Fitjabakka. Íbúar Ásahverfis, þeir búa við þá hættu alla daga að vestamegin við hverfið Reykjanesbrautin með 25.000 bíla á sólarhring og austan Ásahverfisins Njarðarbraut með rúmlega 15.000 bíla umferð. Ég ætla með leyfi forseta að lesa yfir nokkra punkta sem ég tók út úr 20 fundargerðum og tek fram að ég leitaði nú ekki lengi en ég renndi aðeins yfir netið og fann fundargerðir bæði Usk, bæjarráðs og bæjarstjórnar þar sem verið að ræða þá sérstaklega kannski Njarðarbrautina og þennan kafla þarna þar sem að fyrir neðan Ásahverfið. Árið 2021 þá senda íbúar Ásahverfis inn erindi til umhverfis- og skipulagsráðs eða sviðs sem hljóða svo. Ásahverfi áskorun íbúa. Erindi íbúa Ásahverfis með 77 undirskriftum barst 7. maí 2021. Áskorun íbúa Ásahverfis til umhverfis- og skipulagsráðs að gera úrbætur og laga það sem upp á vantar til að klára það sem lagt var upp með í skipulagi hverfisins. Áskorunin sett fram í 4 liðum, aðkoma inn í hverfið, leiksvæði og gönguleiðir, örugg leið til skóla og frágangur byggingasvæða. Umhverfis- og skipulagsráð þakkar vel unna og málefnalega áskorun. Undanfarin misseri hefur verið unnið þétt í umferðargreiningu, tillögum og lausnum, en umferðarþungi hefur aukist töluvert á helstu götum bæjarins. Unnið að endurbótum á stofngönguleiðum barna og áskorunin nýtist í áframhaldandi vinnu við að gera leið gangandi, hjólandi og akandi greiðari og öruggari. Ráðið felur starfsmönnum Usk að koma með tillögur að frekari úrbótum að lokinni umferðarlíkansgreiningu sem nú stendur yfir. 30 fundum og 17 mánuðum seinna vakti ég athygli á þessu erindi og Usk tók það aftur til skoðunar. 302. fundur umhverfis- og skipulagsráðs, nóvember 22. Ásahverfi áskorun íbúa og það var erindið á undan. Umhverfis- og skipulagsráð tekur undir með íbúunum og felur starfsmönnum umhverfisins að koma með tillögur og úrbótum fyrir 304. fund, sem þá 2 fundur seinna, í desember. Og skoða þar bráðabirgða aðgerðir þangað til. Mánuði seinna á 304. fundi, 13. mál, Njarðarbraut og Grænás, umferðarmál. Umhverfis- og skipulagsráð leggur til að strax verði sett upp betri lýsing, svokallaðir blátoppar við gangbrautir við Grænásbraut og Bólafót. Einnig eru strax hafinn undirbúningur að uppsetningu gangbrautarljósa við Njarðarbraut sunnan Grænásbrautar. Þess má geta að blátopparnir, þeir eru ekki að virka sem skildi. Þeir eru það eina sem gert og það verður að lýsa betur upp svæðið í kring. Til dæmis þarf miklu meiri lýsingu í aðdraganda og sérstaklega má nefna austur enda Grænásbrekku
þar sem að í myrkri koma fótgangandi og hjólandi allt í einu út úr myrkrinu, við höfum öll lent í þessu, og ekkert bólar á umferðarljósunum sem samþykkt voru. 1434 fundur bæjarráðs, september 2023, Ásahverfi áskorun frá íbúum, bæjarráð felur Guðlaugi H. Sigurjónsinni og Gunnari Ellert Geirssyni að vinna áfram í málinu. Umhverfissviðið lagði loks girðingar við Bólafót, blátoppa á gangbrautir og lagaði hraðahindrunum við Skrúðgarð Njarðvíkur sem og setti upp ný umferðarljós sem virkuðu nú reyndar ekki fyrir en í enda október eða löngu eftir að skólabörnin hefðu hafið skólagöngu með tilheyrandi áhættu og lögreglumenn þurftu að vakta svæðið. En þetta er líklega allt og sumt sem hefur verið gert í umferðaröryggismálum í Reykjanesbæ síðustu 23 kjörtímabil. Allavega vegna skólabarnanna. 342. fundur umhverfis- og skipulagsráðs, ágúst 2024, umferðarmál, hönnun og framkvæmdir, kynnt staða hönnunar og framkvæmda við Grænás og hringtorg við Ólís á Njarðarbrautinni, lausnir varðandi Ásahverfi, þjóðbraut og aðkomu gangandi vegfarenda að Hlíðarhverfi 2 og hjóla og göngustíga út að Seltjörn og út í Hafnir. Svar ráðsins: umferðaröryggis áætlun Reykjanesbæjar 24 er í lokavinnslu og verður lögð fyrir umhverfis- og skipulagsráð í september. Þessi umferðaröryggis áætlun var svo lögð fyrir og hér er smá úrtak úr henni. Þetta var nú kannski mest í kringum Njarðvíkurskóla. Áberandi er hvað nemendur nefna að það vanti gönguþverun miðað við aðra skóla. Einnig nefna nemendur að bæði mikil og hröð umferð sé á Njarðarbraut. Síðan er hröð umferð við gatnamót Grænásvegar og Njarðarbrautar. Ber að skoða aðstæður sérstaklega við þessa staði og bæta aðgengi og öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda við gönguþveranir. Þó nokkur umferðarslys hafa orðið á óvörðum vegfarendum á gönguliðum nemenda FS á tímabilinu 19-22 og má þar helst nefna Njarðarbraut, Flugvallaveg, Hringbraut og Faxabraut. Í sumum tilfellum getur verið eðlilegt að hraði sé yfir viðmiðunarhraða en til að meta hvar þörf er á hraða takmarkandi aðgerðum er mælt með að leggja sérstaka áherslu á götur nálægt skólum og gönguleiði skólabarna. Helstu götur þar sem sjá má að ökumenn keyra hraðar en viðmiðunarhraði eru þær götur sem liggja fjær þéttbyggða svæðinu, svo sem Flugvallabraut, Virkisbraut, Njarðarbraut, Grænásbraut, Stapabraut, Ægisgata og norðari hluti Hringbrautar. Niðurlag umferðaröryggis skýrslu: Njarðarbrautin er ógn við börn og ungmenni. Og ég gæti haft og hef áður hér í bæjarstjórn haft langa tölu umferðaröryggisáætlunina og hvað er að í Reykjanesbæ. Ég ætla að hlífa ykkur við því. Það er ekki ein gata í Reykjanesbæ sem ekki þarf að laga samkvæmt umferðaröryggisáætlun 24. Og við höldum áfram. 355. fundur umhverfis- og skipulagsráðs 24. janúar 25, hönnun gatnamóta Njarðarbrautar og Grænás, umferðargreining og vinnugögn vegna gatnamóta Njarðarbrautar við Grænás, erindi frestað. 357. fundur umhverfis- og skipulagsráðs, febrúar 2025, hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakk og Bergás, kynning á stöðu hönnunar, minnisblað Eflu, lagt fram. Umhverfis- og skipulagsráð fagnar þessari mikilvægu samgöngubót og leggur áherslu á að máli vinnist sem hraðast. 297. fundur atvinnu- og hafnaráðs. Í apríl 25 Sigurður Guðjónsson í Framsókn leggur fram bókun þar sem hann gagnrýnir þær hugmyndir sem eru uppi hjá umhverfis- og framkvæmdasviði að umferð og umferðarflæði á Njarðarbraut og þessar hugmyndir þryggjast út að hringtorg á mótum Njarðarbrautar og Fitjabakka og samhliða því að setja upp ljósastýrð gatnamót. Slík framkvæmd er langt í frá að vera þess fallin að bæta umferðaröngþveikti sem nú þegar skapast á annan tíma og atvinnu- og hafnaráð hefur samtal við skipulagsfulltrúa og hvar vorum við? Já, hafa kynnt sambærilega hugmynd tengingu Bergás við Njarðarbraut og við Fitjabakka sem og tengingu inn á Ólís.
en slík framkvæmd mun skapa gott aðgengi og umferðarflæði á svæðinu. 697. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa 15. apríl 25. Fundargerðin hjá atvinnu- og hafnaráði. Þar fer Sjálfstæðisflokkurinn og tekur undir bókun Sigurðar Guðjónssonar og tillaga kom fram að vísa máli nr. 6, sem var þessi fundargerð atvinnu- og hafnaráðs, til frekari vinnslu bæjarstjóra og það var samþykkt 11-0. Og ég veit ekki hvert þetta fór, en ég hef ekki séð neina vinnu skila sér út frá þessu. Það væri gaman að kalla eftir því. 363. fundur umhverfis- og skipulagsráðs 9. maí 25. Hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás. Samantekt forsenda fyrir útfærslum umferðarmannvirkis. Þar voru lagðar fram 2 tillögur. Tillaga A, hringtorg við Fitjabakka, B, hringtorg milli Fitjabakka og Bergás. Umhverfis- og skipulagsráð staðfestir að útfærsla A er vænlegasti kosturinn ef að varðar kostnað og framkvæmda tíma og valkostur B sé dýrari og bæti ekki umferðaröryggi eða flæði miðað við hitt, en raskar opnu útivistarsvæði sem nýtur hverfisverndar. Hringtorg við Njarðarbraut og Fitjabakka er fyrsti liðurinn í samgöngubótum á svæðinu, segir meirihlutinn, og í framhaldinu þarf að ljúka hönnun nýrra gatnamóta við Grænás á þessu ári, skoða lausnir á gatnamótum Bergás og Njarðarbrautar og tengingar við Ásahverfið í heild. Þetta er ekki komið af stað, en ég hef setið marga fundi þar sem þetta er mikið rætt. 698. fundur bæjarstjórnar. Mál 2, hönnun gatnamóta, meirihlutann bókar. Nú liggur fyrir tillaga hringtorg við Njarðarbraut og Fitjabakka sem hefur tvisvar verið samþykkt einróma í umhverfis- og skipulagsráði. Á fundi ráðsins segir að útfærsla A sé vænlegust með tilliti til umferðarflæðis, öryggis og hagkvæmni. Ekki rætt þarna kostnað og tíma. Valkostur B skilar ekki sama ávinningi og hefur neikvæð áhrif á útivistarsvæði sem nýtur hverfisverndar. Og ég sit í USK-ráðinu og við samþykktum að þetta yrði lagt fyrir íbúa og fyrirtækiseigendur á svæðinu í grenndarkynningu. Er að ræða mikilvæga samgöngubót, stærsta hringtorg innanbæjar sem mun styðja við stækkun Njarðarbrautar og aukna umferð vegna flutnings stórra fyrirtækja á svæðið. Framkvæmdin er tilbúin og getur hafist strax í sumar. Þetta hringtorg átti að létta á umferð við Njarðarbrautina og Vallarás, bæta aðgengi að Fitjum og draga úr hættu á árekstrum, og nú þurfa bílar að stoppa á aðalgötunni til að beygja eins og inn á OB, og það er alveg rétt, en þetta hringtorg er ekki að leysa allan vandann. Meirihlutinn leggur því til á þessum bæjarstjórnarfundi að afgreiðslu verði frestað, tekið aftur í bæjarstjórn 3. júní. Og þarna var ákveðið að halda íbúafund upp á Ásbrú, hérna, þar sem við stöndum. Sjálfstæðisflokkurinn bókaði að fagnaði fyrirhugum íbúafundi með íbúum Ásahverfis og vonar að hlusta verði á umkvartanir íbúa og fyrirtækja eigenda á svæðinu. Forsetinn bar upp tillögum að fresta máli 2 frá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, hönnun gatnamóta, Fitjabakka, Njarðarbrautar og Bergás, og það var samþykkt. Haldinn var svo fjölmennur íbúafundur á Ásbrú hér og fólk var með sínar áherslur og lögðu til að farin væri leið B, sem er þá sem sagt að tengja með einu hringtorgi Bergás og OB og Njarðarbrautina saman. Bæjarfulltrúi meirihluta leist ekki á að fara út í hverfisverndina fyrir sunnan OB með umferðargötu, og umhverfisvernd er auðvitað heilagt svæði verndað af aðalskipulagi. 699. fundur bæjarstjórnar, hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás. Þar
sem var frestað, öðru máli frá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs sem var frestað og bókun bæjarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar og Beinnar leiðar. Mikilvægt að leysa umferðarflæði við Njarðarbraut. Umferðin veginn hefur aukist jafnt og þétt með fjölgun íbúa og með aukinu umferð fylgir einnig aukin áhersla á öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Það geti því. Þarna var tillaga að hefjast handa við uppbyggingu á stóru 48 metra hringtorgi við Fitjatorg og svo framkvæmd getur farið að stað í sumar. ætlum ekki að lesa þetta allt saman. Eftir íbúafund segja þau að komið hafi bersýnilega í ljós að íbúar telja að umferðarstýr ljós við Bergás muni ekki bæta aðgengið, sem ég get nú alveg verið sammála, og til að leysa umferðarflæðið frá Ásahverfi leggur meirihluti til að reist verði annað hringtorg við Bergás, sem verður þó minna í sniðum en hringtorgi við Fitjabakka og með því leysum við umferðarflæðið frá hverfinu sem mun væntanlega draga úr umferð íbúa yfir í Grænás. Auk þess mun meirihlutin halda áfram forgangsröðun sinni til að bæta umferð Grænás en það verkefni í hönnun nú þegar og mun fara af stað strax á næsta ári, 2026. Samhliða því stefna meirihlutans að setja undirgöng undir Grænás til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Þetta var á bæjarstjórnarfundi sem sagt og þarna fór fram, þetta var klofið allt í þrennt og það voru lagðar til 4 tillögur. Hafinn verði undirbúningur á hringtorgi sunnar en núna áætlað þannig að það þjóni líka íbúum Ásahverfis og tefji síður umferð Njarðarbraut. Þetta var tillaga okkar Sjálfstæðisflokks og umbót. Farið verði strax af stað með hönnun og undirgöngum fyrir gangandi vegfarendur undir Grænásveg og kostnaðarmat gert, kanna hvort möguleikir á að hliðra til með aðra framkvæmdi á bænum, þannig að hægt sé að fara í undirgöngin fyrir næsta skólaár með öryggi barna í Ásahverfi í huga. Farið verði af stað í hönnun á Njarðarbraut og aðliggjandi vegum frá Borgarvegi að Fitjum þannig að heildarmynd verði skýrari. Skoða möguleika á að loka tímabundi fyrir umferð frá Grænásvegi inn í Ásahverfi. Það var líka lagt til að fresta þessu og það var fellt. Borin var upp tillaga að framkvæmd við hringtorg við Fitjabakka farið verði í framkvæmd við hringtorg við Fitjabakka og það var samþykkt með 7 atkvæðum meirihluta og svo var lagt til að reisa annar hringtorg við Bergás sem var samþykkt með 7 atkvæðum meirihluta og falið að umhverfis- og skipulagsráði falið að hefja hönnun undirganga við Grænás. Það var samþykkt 11-0. En ég hef ekki séð neitt meira þá hönnun. 366. fundur, 20. júní, Usk, hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás, samantekt forsenda fyrir útfærslu umferðar mannvirkis, lagt fram. 367. fundur umhverfis- og skipulagsráðs, júlí 2025, hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás, forsendur og yfirlit valkosta fyrir hönnun gatnamóta Njarðarbrautar og Fitjabakka og Bergás. Þarna kom skýrt fram í umræðunni að ekki var tekið með í útboðinu vegna hönnun hringtorgsins göngu- og hjólastígar sem mér finnst mjög skrítið. Og starfsfólk umhverfissviðsins fær ekki fjármagn til þess að gera umferðarlíkön eða til að hefja hönnun á öðrum mannvirkjum. 373. fundur, október 25. Fitjabraut, Fitjabakki og gangandi hjólandi umferð. Göngu- og hjólatengingar til og frá Bíkó og Krónunni. Tryggja þarf fjármagn til þess að ljúka göngu- og hjólastíg til norðurs. Teikna upp lausnir vegna tenginga. En það heyrist ekkert af göngu- og hjólastígum gegnum Fitjabakka frá Ásahverfi né Fitjum. 704. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, október 25. Fitjabraut og Fitjabakki, gangandi og hjólandi umferð. Þarna fagnar umboð því að loksins sé verið að koma með á dagskrá göngu- og hjólatengingar. Þetta lífsnauðsynlegt fyrir öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda, bæði íbúa Ásahverfis og þá sem sækja Krónuna og Bíkó daglega. 708.
fundur bæjarstjórnar, desember 25. Þarna haft eftir Halldóru Fríðu bæjarfulltrúa. Á árinu 2026 verður meðal annars unnið eftirfarandi: bæta umferðaröryggi og flæði með nýjum hringtorgum á Njarðarbraut við Grænás og við Bergás. Það er sem sagt búið að fresta því fram yfir áramót. 374. fundur USK 17. október. Fitjabraut Fitjabakki, gangandi og hjólandi umferð. Umhverfis- og skipulagsráð felur starfsfólki umhverfis- og framkvæmdasviðs að vinna málið áfram, meðal annars með samráði við að haga aðila á svæðinu. Málið verður tekið til afgreiðslu á aukafundi ráðsins 3. nóvember. 375. fundur umhverfis- og skipulagsráðs 3. nóvember. Fitjabraut og Fitjabakki, gangandi og hjólandi umferð. Tillögur að öruggum göngulögum svæðið verða lagðar fram á fyrsta fundi í desember. Fundargerð 378. fundar umhverfis- og skipulagsráðs 5. desember 25. Fitjabraut og Fitjabakki, gangandi og hjólandi umferð. Tillögur að öruggum göngulögum svæðið lagðar fram. Umhverfis- og skipulagsráð heimilar hanna verði hringtorg á Njarðarbraut við Bergás með öruggri þverun fyrir gangandi og hjólandi og tengingu við göngustíga innan Fitjabakka og Fitjar. Mjög mikilvægt að flýta þessari vinnu. 380. og annar fundur umhverfis- og skipulagsráðs, febrúar 26, 7. febrúar. Fitjabraut og Fitjabakki, gangandi og hjólandi umferð. Þetta erindi var kynnt sem gangandi og hjólandi umferð á Fitjabakka en breyttist í að segja frá að nú ætlum við að deiliskipulega leggja Njarðarbrautina alla leið að húsasmiðjunni á Fitjum. En umræðan breyttist í það að þyrfti að fresta þessu og taka líka svæði við Toyota á Fitjum. Það er orðið víst ansi hættulegt svæði líka. Nú eru tillögurnar þannig að göngustígar verði lagðir með tilheyrandi raski á hverfisvendinni sem áðan mátti ekki snerta sunnan Óbje en engar göngu- og hjólaleiðir við Fitjabakkann, enda líklega eðlilegast að fólk farið þann veg bara akandi. Eftir þennan lestur þá samfærist ég að þessi meirihluti fer eftir mjög annarlegum áherslum þegar fjármunum sveitarfélagsins er úthlutað. Allavega ekki verið að hugsa umferðaröryggi barnanna okkar. Og það er hægt að vitna í fleiri svona mál. Því mörg ár hefur verið beðið úrbætur fyrir dansskólan Danskompani. Eins og flesti muna var Danskompani í Bardagahöllinni og Iðavöllum og leið foreldrum ekki vel þar sem Iðavelli voru hraðbraut gegnum Smiðjuvellina. Og enga gangbrautir, það er reyndar ennþá, það er enga gangbrautir og lítið gert til að lækka hraðan. Reykjanesbær vildi fá það hús undir Bardagahöll og glæsilegt hús og var því Danskompani beðið að víkja og þó svo þetta sé börnin okkar sem sækja hennan einkarekna skóla hafði meirihlutan engan áhuga á umferðaröryggi þessara barna og eigandi einkarekna skólans þurfti því að finna sér samastað sjálf og gerði það. En Danskompani var flutt á Brekkustíg í Njarðvík þar sem að skólinn er rekinn enn og stærir sig af rúmlega 400 börnum og mörg hver eru orðin heimsmeistarar og hafa farið á ótal stórmót. Leið og einkarekni skólinn var farin af Iðavöllunum var hraðinn tekinn niður og sett hraðahindrun. En reyndar enga gangstyttir en mjög var umhugað umferðaröryggi barnanna sem eru í húsinu í dag. Danskompani hins vegar fær enga aðstoð þrátt fyrir ítarlega sér tuðað og ef að barn ætlar að taka strætó eða labba í skólan þá þarf að ganga yfir gangbraut við Krossmóan. Það er ekki hægt að komast þaðan inn á Brekkustíginn af því gangbrautin liggur ekki neitt, hún er bara inn á tún. Og ef þú kemst óskaddaður yfir bílaplan Hamborgarabúlunar þá kemst ekki yfir götuna inn í Brekkustíginn. Ef það samt reddast, þá enda gangbrautin á Brekkustígnum og það er ekki hægt að komast í skólan nema hlaupið við götuna. Og ekki eins og hægt að komast á nýju gangbrautina fyrir fram að Danskompani, sem er þó, fyrirgefið, það var þó framkvæmt. Ef greiðin börnin þrjóskast þó við og vilja fara eftir reglum, þá þurfum þau að ganga alla leið að inngangi inn á Nesvelli og yfir gangbrautina þar. Og aftur yfir Hafnabrautina, inn í Brekkustíginn sunnanmegin, en það er þó enga gangstyttir heldur. Þau þurfa því að ganga eftir götunni. Flest þessi börn hlaupa bara beint yfir frá strætóskýlinu yfir Njarðarbrautina
því það stysta leiðin og jafn hættulegt og að reyna að fara öruggu leiðina. Og ef ég kvart yfir þessu þá mér bara sagt að hún hefði bara ekki átt að setja dansskólann þarna. Og ég segi bara á móti, ég meina þetta eru 400 börn og þetta eru börnin okkar. Og við eigum bara að vernda þau. Ungmennaráð kvartar yfir lýsingu á Ásbrú. Og í stað þess að fara bara að bæta lýsinguna fyrir börnin okkar þá bent á að skrá þetta í ábendingagáttina. Og þetta verður tekið fyrir þegar búið að greina og fá heildarsýn yfir vandamálið, en funda verður nokkrum sinnum og bæta stærra svæði við og því ekki að skoða líka lýsingun í Innri-Njarðvík og svo Ytri-Njarðvík og fyrst svona góðum svona langt þá verður við að taka Keflavík og svo Hafnir og svo líða mánuður og ár. Ég vil þegar leggja fram bókun þarf í alvöru alvarlegt slys eða jafnvel banaslys til þess að vekja þennan meirihluta. Fund eftir fund eftir fund verið að ræða og rífast umferðaröryggisbætur sem á ekki að fara í. Starfsfólki Reykjanesbæjar bannað að eyða krónu í verkefnið og tíma okkar fulltrúana í umhverfis- og skipulagsráði hlýtur að vera betur varið en að sitja og bíða eftir endalausum loforðum sem á svo ekki efna. Við leggjum til að meiri orka og fjármuni verða sett í umferðaröryggi fyrir börnin okkar strax en ekki fresta út í hið óendanlega. Teknar verði alvöru ákvarðanir sem móta umferðarmenninguna til framtíðar en ekki endalausi plástra sem mega helst ekki kosta neitt. Svona virðast samt vinnubrögð meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar vera í flestu öllum málaflokkum. Hættið að tala og farið að framkvæma. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson, Birgitta Birgisdóttir og Margrét Þórarinsdóttir. Umbútt. Takk. Ég vil biðja ykkur kæru bæjarfulltrúar þegar þið eru í ræðustól að ræða málefni sem að liggur undir fundinum. Að fara að ræða hér undir umhverfis- og skipulagssviði, undir lið Fitjabakki og Fitjabraut annað, haldið ykkur við efnið. Róbert Jón Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áhorfendur. Ég ætla að ræða Fitjabraut og Fitjabakka. Guðbergur Reynisson, bæjarfulltrúi, nefndi Fitjabraut og Fitjabakka, ég veit ekki hvað oft. Og ég alveg deili þessu með honum, það búið að nefna þetta hvað eftir annað, við erum búin að vera að vinna í þessu og vinna í þessu og vinna í þessu. Ég veit ekki hvað ég hef oft tekið þetta mál á dagskrá usk. Ég veit ekki hvað Eysteinn við tekið þetta oft á usk eða Helga. Við höfum margoft kallað eftir að þetta færi inn á usk. Guðbergur Reynisson þakkaði starfsfólkinu sem gott. Guðbergur hefur aldrei beðið að þetta mál tekið á dagskrá usk. En ef við tölum það sem við rætt var á síðasta fundu, Fitjabraut, Fitjabakka, þá kom fram að efla að vinna deiliskipulag og reyna að koma öll inn í. Þegar við höfum reynt að ræða að fljóta að einhverju, þá segir minnihlutin, við viljum ekki plástra, við viljum fá heildarsýn. Þegar við komum heildarsýn, þá viljum við ekki heildarsýn, þá viljum við plástra. Og við erum núna að fara að koma með hennar göngustíg sem fyrst og með að við Fitjabakka, bæjarfulltrúi Guðbergur, þá veistu vel að það ekki pláss fyrir göngustígan. Það er margoft búin að sýna þetta, það ekki pláss, við eigum ekki lóð. Þess vegna þurfum við að fara aðra leið. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, þetta umferðaröryggi. Hversu oft ætli við höfum rætt það hér. Mér langar kannski líka bara að minna á, ég veit ekki betur en að við höfum núna á síðustu 2 árum varið tugum milljóna, ég ætla að sé ekki 50 milljónir allavega í nýjustu lausnir í umferðaröryggi. Þar sem að við höfum sameinast á
á meðan við erum að vinna þessari heildarvinnu eins og formaður umhverfis- og skipulagsráðs kom hér inn á. Við erum búin að vera hér í að setja upp blátoppa sem að einhverju finnst ekki vera merkilegir, sem að mér þykir miður. Við höfum verið í ýmsum þrengingum, við höfum verið að bæta akkurat gönguleið barna úr Ásahverfi við Bolafót, sett upp gönguljós til að þvera Njarðarbrautina við Njarðvíkursjoppu sem við vitum öll hvar var þó hún sé standi þar ekki lengur. Við höfum meira segja verið að setja inn eftir ábendingar lokanir, verið að loka götu þar sem að börn eru að fara yfir í og úr skóla. Þetta bara það sem dettur í hug hér. Þannig að það að segja að við séum að bíða eftir hér að það verði alvarlegt slys til þess að eitthvað verði aðgert bara hreinlega rangt. Já, það liggur fyrir á þessu ári og bara núna í apríl þá mun þessi skipulagsvinna liggja fyrir varðandi Fitjabrautina. Þannig að ég held að við séum á góðri leið. Hægt að gera betur, örugglega, hægt að vinna hraðar, ég veit það ekki. Það bara verður að koma í ljós út af þessari greiningavinnu. Við erum allavega að vinna eftir því sem við erum að fá frá þeim sérfræðingum sem eru hér í þessum málum. Af því að við viljum sannarlega ekki fara að gera bara eitthvað á meðan við hingrum eftir því að við fáum þessa niðurstöður. Það ekki að fara vel með fjármagn, að fara í einhverjar aðgerðir sem að mögulega þarf að snúa við þegar að þessi gögn liggja fyrir. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, hélt reyndar að ég hefði, virðulegi forseti, sagt það hérna, en á síðasta fundi sem sagt USK, þar sem ég að tala undir, í þessum 3. lið, þar hann skýrður Fitjabraut, Fitjabakki, gangandi og hjólandi. En þessu var breytt í, og þú leiðréttir mig kannski, bæjarfulltrúi Róbert, að við ræddum ekkert Fitjabraut og Fitjabakka á þessum fundi, heldur ræddum við Njarðarbrautina og þetta deiliskipulag á henni. Þess vegna fannst mér þetta bara passa ágætlega inn í þessum lið. En ég biðst afsökunar ef ég var að hlaupa á mig, sem ég geri örugglega oft og ekkert hættur að gera. Hér ræðir bæjarfulltrúi Halldór að við séum búin að setja rúmlega 50 milljónir í umferðaröryggi. Þetta nákvæmlega það sem ég var að lýsa áðan. Þetta það eina sem hefur verið gert. Það eru þessir blátoppar og þessi gönguleið þarna inn frá Bólafæti og inn á Njarðvíkurskóla. En ég að kalla eftir því að við gerum miklu meira. Og við getum gert miklu meira. Og við getum gert þetta miklu hraðar. Og ég líka bend á það að starfsfólkið segir mér að það fást ekki peningar til þess að gera þessar greiningar sem þú segir að við séum að bíða eftir. Þannig að ég vil nú bara kalla eftir því að fá að sjá hvar þar eru staddar þessar greiningar allar sem að verið að kalla eftir. Og það nú ekki satt, bæjarfulltrúi Róbert, að ég hef ekki óskað eftir að þetta mál verið sett á dagskrá. Ég hef óskað eftir að þetta verið sett á dagskrá og það hefur verið sett á dagskrá eftir það. Þannig að það var að minni ósk sem að þetta var sett þarna á dagskrá, ég ætla nú ekki að fara yfir það, það var einhvern veginn í nóvember og kom svo á aukafundi í desember. Þannig að það ekki rétt að ég hef ekki óskað eftir að setja, en ég skal bara vera skýrari næst. Ég man nú ekki hvað á meira hérna, en mér langaði bara að fara yfir þetta af því að það ekki ennþá almennilega búið að koma til móts við íbúa Ásahverfis frá 2021, sem örugglega miklu eldra mál en 2021, en þar loksins senduðu inn erindi. Takk. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar,
Ég held að sé fyrst og fremst ekki búið að koma til móts við íbúa Ásahverfis frá 2007. Af því að þegar hverfið í heild sinni var hannað, þá var það gert agalega illa. Og ég held að það sé ákveðin skipulags skömm sveitafélagsins frá upphafi að hanna eyju sem tengist engum öðrum innviðum. Þarna var sett upp heilt hverfi í Reykjanesbæ sem ekki í tengslu við neitt. Og við erum enn þann dag í dag að bíta úr nálinni með það að fyrri meirihluti hannaði hérna hverfi án þess að pæli að þarna byggi fólk. Það er bara svolítið vont og vissulega erum við ekki búin að laga allt bæjarfulltrúi Guðbergur. Það tekur líka tíma af því að það var ekkert hugsað fyrir þessu á sínum tíma. Það hefði verið rosalega gott, þú kannski ræði það bæjarfulltrúi Guðbergur við þína gömlu félaga, að þegar þú hannar hverfi þá er gott að hafa tengingar við grunnskóla og bara verslunarsvæði í kring, af því að það er hluti sem að gerir í hönnunarferli hverfis, skýta rettingar eftir á, afsakaðu orðbragðið forseti, eru aldrei jafn góðar. Ef það er hugsað fyrir þessu í upphafi, þá er miklu meiri samfella í allri hönnun. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er alveg rétt hjá þér, Guðbergur. Máli heitir Fitjabakki, Fitjabraut eða whatever. En við vorum auðvitað að ræðum þetta alltaf. Við erum alltaf að ræða þetta heildstætt. Við erum alltaf að reyna að finna lausnir á þessu og það hefur bara reynst mjög flókið. Og við erum alltaf að reyna að ýta þessu áfram og ræða þetta og umræðan fór víðan völl þarna eins og hún gerir alltaf. Og ef ég hef gleymt að þú hefur einhvern tímann, ég man ekki eftir að óskaða eftir því við mig að málið er tekið á fund. En ef það er þá bara að biðja afsökunar á því. Takk. Helga María Finnbjörnsdóttir. Forseti og bæjarfulltrúar. Heyrðu, ég vil líka bara þakka þér, Guðbergur. Þú heldur okkur á tánum varðandi umferðaröryggi og líka fyrir gangandi vegfarendur og það er bara mjög gott. Þetta mál hefur oft verið tekið fyrir hjá okkur og mörg önnur varðandi umferðaröryggismál og mér er líka bara mikið í mun að þetta sé sanngjörn umræða vegna þess að við erum mikið búin að spá í þessu fram og tilbaka eins og þú fórst réttilega yfir. En það er líka mikilvægt fyrir okkur að hlusta á ráðleggingar sérfræðinga og þeirra sem eru fróðir þessi mál. Og við viljum vanda okkur. Þetta er fjárfrekt að fjárfesta í göngustígum og umferðaröryggi og við viljum vanda þetta. Þess vegna er mikilvægt að hlusta á ráðleggingar bæði okkar starfsfólks og verkfræðistofa sem vinna að þessu alla daga. Bæjarfulltrúi Guðbergur, þú vilt koma í andsvör hér upp í þriðja skipti, ekki satt? Gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir. Og takk fyrir þessa ábendingu, bæjarfulltrúi Hjörtur. Það eru komin núna tæplega 20 ár síðan að þetta var sett á þetta hverfi. Hugsunin var að tengja það betur við. Hugsunin var, eins og þið sjáu kannski aðalskipulagi, að setja stokk á Reykjanesbraut frá Fitjum og upp í Grænás og með tímanum byggja þar yfir. Nýr grunnskóli á Ásbrú hefur þá tengst þessu hverfi. Núna er verið að tala að taka þennan stokk út úr aðalskipulagi af því að hann sé svo dýr sem ég bara skil ekki og við erum nú ekkert búin að ræða það, við viljum halda honum en það er efni í annan fund. En ég vil minna á að á þessum 20 árum þá er þessi meirihluti sem að nú situr
búin að vera í 12 ár, 3 kjörtímabil og hefur ekki ennþá getað leyst þetta. Ef að við hefum kannski fengið að vera áfram, þá hefðum við leyst þetta. En þið eru búin að vera með 3 kjörtímabil og ekki búið að leysa það. Þannig að ég hvet ykkur til að fara að leysa þetta. Þetta er vandamál. Kæru bæjarfulltrúar, takk fyrir ágætis umræðu sem við farið hér víðan völl. En kannski bara umræður úr vangaveltu frá forseta er að það er greinilegt að, og bara kom bersýnilega í ljós við langan yfirlestur bæjarfulltrúa Guðbergs á fundargerðum hér, að við erum öll sammála um þetta mál. Bæði meirihluti og minnihluti og allir flokkar nema kannski hringtorgið við Bergás. Og mér minnir að allt annað hafi verið samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Hér liggur fyrir samþykki bæjarstjórnar fyrir hringtorgi við Bergás og við Grænás. Það er alveg ljóst. Það er búið að bóka það í bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykki fyrir báðum hringtorgum sem eru af mér vitandi bæði í hönnun og eru í vinnslu. Og þið vitið það eins vel og ég að hönnun á mannvirkjum tekur tíma. Hér gerum við hlutina faglega og þetta er í vinnslu og með fullri samþykkt bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Þannig að það að þessi meirihluti, hversu lengi sem hann hefur setið, sé ekki með þetta afgreitt. Þetta er afgreitt, þetta er samþykkt, þetta liggur fyrir, þetta er í vinnslu. Og það er eitthvað mjög skrítið hér því er haldið fram að svo sé ekki miðað við að það sé verið að setja þessi mál endurtekið á dagskrá ráðsins og hér sé verið að tala um að ekki setja peningur. Þetta er mjög skrítið vinnubragð. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að rýna nánar. Það var lagt til að skoða svæðið heildrænt frá Grænás til Fitja. Það er skynsamlegt. Við vitum öll hvernig Njarðarbrautin er og það er skynsamlegra að skipuleggja hana í heild sinni sem er líka verið að gera. En það er eitthvað skrítið hér ef satt reynist að verið sé að tefja málið einhvers staðar því það hefur verið samþykkt hér. Svo það sé alveg kýrskýrt hér inn í þessum sal. Hér er engin meirihluti gegn minnihluta, við erum öll sammála mikilvægi þessara hringtorga, mikilvægi umferðargreiningu sem við höfum lagt fullt af fjármunum í. Og mér leiðist það þegar við lítillækkum það sem við höfum gert hérna, alveg sama hver hefur gert það, að við höfum sett 30 milljónir í að girða af Njarðarbrautina fyrir gangandi börnum. Þessi leið frá Ásahverfi að Njarðvíkursjoppu, eins og hér var rætt á hann, kostaði okkur 20 milljóna. Þetta er kannski ekki fallegt, þetta er kannski ekki æðislegt, en börn geta ekki lengur labbað út á miðja götuna eins og þau gátu. Og þetta var eins og við köllum hana akút framkvæmt. Hún var þar og hún var við Reykjaneshöllina. Við vitum að danskampanjískólanum, við vitum að fleiri dæmum, við erum búin að eyða fullt af fjármunum í umferðargreiningu til að kortleggja hvað við þurfum að gera, en það kemur að því að við þurfum að forgangsraða hvar þarf að byrja. En við höldum þessum þrýstingi áfram, forseti veit ekki hvar þetta stoppar út af því að það er alveg skýrt að það búið að samþykkja þetta alla leið. Og hér er það svarið. Orðið er laust. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, Hjörtur Magnús Guðbjörnsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og forseti kom inn á núna áðan, þá er bæði skipulagsvinna meðfram Njarðarbrautinni í gangi. Bæjarfulltrúi Guðbergur hefur setið með mér og fleirum í samráðshóp atvinnu- og hafnaráðs og umhverfis- og skipulagsráðs til að endurskoða allt atvinnusvæðið sem er ofan eða neðan við Njarðarbraut þarna á þessu svæði, einmitt til þess að horfa heildrænt á heildarsvæðið og þar með umferðartengingar. Ég ætla að taka undir orð forseta líka. Það skiptir höfuðmáli að samþykktir bæjarstjórnar verði komist alla leið.
stærsta máli á þessu svæði að hringtorg verði sett á gatnamót Njarðarbrautar og Grænás. Þannig að jafnvægi komist á þessa umferð á öllu svæðinu, bæði þungaumferð af hafnarsvæðinu og atvinnusvæðinu. Þarna að myndast gríðarlega flott og eiginlega flottasta verslunarsvæði í sveitarfélaginu okkar og ég held að við þurfum að halda öllum okkar þrýstingi á að það hringtorg komi á sem fyrst því að inn í því eru líka undirgöng sem loksins tengir Ásahverfið við restina af bænum. Ég dauðvorkenni vinum og ættingjum mínum sem búa í Ásahverfinu akkurat núna og ég skil vel áhyggjur bæjarfulltrúa Guðbergs. Þetta ólíðandi, það búið að gera helling nú þegar, það ekki búið að gera nóg, það alveg satt. En það vesen, eins og ég sagði áðan, þegar maður hannar hverfið, þá rosalega gott að horfa á alla þætti og það auðveldara bæjarfulltrúi Guðbergur að gera það í upphafi. Það var það sem ég var að segja. Ekki að við séum ekki við höfum ekki haft tíma. Það miklu auðveldara þegar þú hannar hverfi að hugsa heildarpakkan í upphafi. Því að þegar húsin eru komin þá meira vesen. Þess vegna erum við að reyna að gera okkar besta og það væri rosalega gott akkurat núna að fá þetta hringtorg á Grænás. Það hefur verið í umræðunni núna í fjölda ára. Fyrsti fundur sem ég átti það var með grímu árið COVID. Það voru stelpurnar mínar aðeins yngri, það voru nýfæddar, það héldu upp á 6 ára afmæli sitt daginn. Þetta búið að taka fáránlega langan tíma, en þess þá heldur þurfum við að fara að drífa að klára það. En aðalatriðið þarna að við vöndum okkur og útilokum að það verði hvorki slys á fólki né skipulagsslys þarna með því að horfa á heildarsvæði, bæði tengingar, þarna bæði atvinnustarfsemi í næsta nágrenni, þú ert með íbúðasvæði sem þarf að tengjast við grunnskólan og við þurfum að vanda okkur og gera hlutina almennilega. Róbert Jóhann Guðmundsson, ég ætla að hleypa þér upp í andsvar hér í þriðja sinn. Forseti, ég reyndar ekki að koma í andsvar. Ég vildi bara tala annað mál á dagskrá fundarins, bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að minna á mál númer 4 í fundargerðinni, umsagnarmál frá nefndasviði Alþingis samgönguáætlun. Þarna gerðum við ágætis umsögn samgönguáætlun og mér langar bara, ég ætla nú ekki að lesa hana upp, en ég ætla bara að láta vita því að á fimmtudaginn þá sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsráðs, varaformaður umhverfis- og skipulagsráðs og formaður atvinnu- og hafnaráðs að koma fyrir samgöngunefnd Alþingis til að aðeins að fara yfir okkar áherslur í samgönguáætlun og ég vona að þeir bara standi sig vel þar. Takk. Góð áminning, kærar þakkir. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mér langar aðeins að koma hérna og leiðrétta bæjarfulltrúa Guðný Birnu. Þetta var samþykkt með 7 atkvæði meiri hlutans, ekki allra atkvæða, greidda atkvæða, 11. Það var borin upp tillaga að farið verði í framkvæmd við hringtorg við Fitjabakka í samræði við tillögur umhverfis- og skipulagsráðs, samþykkt með 7 atkvæði meiri hluta bæjarstjórnar. Minnihluti bæjarstjórnar, Sjálfstæðisflokkurinn og umboð greiða atkvæði á móti. Bæjarstjórn leggur til við umhverfis- og skipulags að reisa annar hringtorg við Bergás, samþykkt með 7 atkvæði meiri hluta bæjarstjórnar. Minnihlutin, Sjálfstæðisflokkurinn og umboð sitja hjá. Og mér finnst bara mjög áhugavert og mér langar að spyrja meiri hlutan og óska eftir svari. Við höfum ekkert séð neitt að þessari hönnun. Þetta allt í vinnslu, þetta í vinnslu. Þá vil ég fá að vita hvar verkefni statt. Hvar í tímalínunni verkefni statt? Búið að hanna 1/3 eða helminginn eða hvað? Þannig að við viljum bara fá svör við því. Takk fyrir. Kærar þakkir bæjarfulltrúa Margrét, fín ábending og forseti kemur þessu til skila.
Það sem að forseti átti við áðan var hin 2 hringtorgin, Bergás og Grænás, það sem hitt var liðið. Það var afsakið ef það skildist ekki. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég er nú ekki vunið að taka með mér síma í pontu en ég ætla að gera það hér akkurat núna og það er bara af því að það vill svo heppilega til. Venjulega er starfsfólk okkar sem á fundargerðir á fundinum hér til staðar til þess að svara þeim spurningum sem uppkoma. Af því að oftar en ekki þegar við erum búin að fela starfsfólki að vinna vinnun áfram þá eru þau bara með miklu betri yfirsýn yfir það hvar vinnan er stödd. En ég fekk skilaboð frá sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs sem segir verið er að vinna með ráðgjöfum að deiliskipuleggja svæði frá Fitjum að Bolafæti. Þannig að það stoppar ekki einu sinni við Grænás þegar við förum allavega að Bolafæti sem verður klárt í apríl. Og það er það sem ég reyndi að koma inn á hérna í máli mínu áðan að þessi vinna er í gangi og við munum fá niðurstöður hana í apríl. Og ég vona að íbúar átti sig á því að við bæjarfulltrúar hér erum ekki í fullu starfi sem slíkir, heldur er starfsfólki okkar við treystum þeim langbest sem sérfræðingum til að vinna að þeim málum sem að þeim er falið. Þannig að við bara gefum þeim svigrúm til að klára þessa vinnu og fáum gögnin í henduna þegar þau liggja fyrir. En hér liggur fyrir skýrt svar frá sviðsstjóra og ég þakka sviðsstjóra fyrir að því að ég veit að það eru ástæði fyrir hann gæti ekki verið hérna með okkur í dag. Það er gott að hann er að hlusta og getur komið réttum upplýsingu til okkar af því við getum ekki spurt hann hér út í sal. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég má til með að taka þátt í þessari umræðu hérna sem hefur nú verið áhugaverð. En mig langar aðeins að bregðast hér við ummælum frá bæjarfulltrúa Hirti Magnúsi. Þar sem að hann talar að það þurfa að vanda sig í skipulagsmálum sem að er hárrétt. Og ef það er ekki gert þá getum við sitið uppi með vandamál sem erfitt að leysa. En við höfum verið að benda á ýmislegt sem er í skipulagsmálum hér eins og ýmsar þéttingar og annað og við höfum bent á og haft miklar áhyggjur af umferðarmálum í kringum það. Þannig að ég ætla bara að vona að allir taki orð bæjarfulltrúa Hjartar og tryggi það að þeir sem hér sita eftir 20 ár séu ekki að leysa umferðarmálin og vandamálin sem að þessar fyrirhuguðu þéttingar og aukning af íbúum inn í kjarna sveitarfélagsins gætu valdið. Þannig að ég held að það sé góð brýning frá Hirti að hafa það í huga. Takk fyrir. Já, forseti vill taka hér undir orð Alexander Ragnarssonar. Hér má alveg hrósa bæjarstjórn Reykjanesbæjar fyrir samheldni í umferðar- og öryggismálum. Við höfum sett þessar greiningar sem mikilvægan þátt hjá umhverfis- og skipulagssviði. Við höfum barist vel og dyggilega fyrir að halda opnu vegtengingu við Reykjanesbrautina þegar átt að loka þeim sem flestum. Við höfum upp á að hlaupa á ofanbyggðaveg og við erum núna að reyna eins og við getum að ræða við vegagerðina öll saman að halda þjóðbraut opinni þrátt fyrir tvöföldur Reykjanesbæjar þegar að því kemur. Þannig að við höfum staðið saman í ýmsu hingað til og munum vonandi gera það áfram. En orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs ef ykkur er að brenna inni með fleiri vangaveltur. Þessi samþykkt geta fundargerðina vissilega skifumerki. Og hér fara allar hendur á loft. Takk fyrir það. Þá erum við hér komin að þriðja mál á dagskrá fundarins, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 29. janúar. Orðið er laust fundargerðina.
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, þessi fundur sem haldinn var hérna í lok janúar, við kvöddum einn nefndamann sem hættan Guðmundur Björnsson sem hefur setið í stjórninni frá upphafi og var áður í byggingarnefnd og ég vil koma framfæri þökkum til hans fyrir setuna þarna fyrir okkar hönd og í hans stað mætti góðkunningi okkar, hann Friðjón Einarsson. Hann komin aftur inn í stjórnina og það nú gott að fá mann eins og hann með þá reynslu sem hann hefur. Þannig að ég vil líka bjóða hann hér velkomin. Á þessum fundi var ýmislegt rætt og við setjum þetta þannig upp að við erum með mál sem að þarf að afgreiða og mál líka til umræðu og upplýsinga. Og það var svona eitt og annað en það eitt sérstaklega sem ég langar að minnast hérna á af því að við erum nú með mál hér á dagskrá á eftir sem fjárfestingaverkefni. Og hér á þessum fundi þá fór deildarstjóri eignaumsýslu yfir uppgjör fjárfestinga á síðasta ári og af því að eins og við flest eflaust munum þá var okkur tíðrætt það hvernig fjármunum var varið til fjárfestingaverkefna á síðasta ári og eðlilega þá sjáum við hlutina meir og minni hluti kannski ekki alltaf eins og við vorum að spila ýmist vörn og sókn hérna til skiptis þar sem við vorum að reyna að svara fyrir það að hér væri ekki verið að svona einhverjum orðum spila rassin og buxunum að vera að eyða of miklu verja meiri fjármunum í fjárfestingar heldur en heimildir gerðu ráð fyrir og þarna kemur það bara fram svart og hvítu undir fundagögnum þessa fundar að áætlað í fjárfestingar á árinu 2025 voru 2.567 milljónir og þar af voru nýttir 2.495 milljónir þannig að við vorum vel undir þeim fjárheimildum sem eignasjóði var úthlutað. Og ég held að það segi líka allt sem segja þarf. Annars var farið þarna yfir hugmyndir sem eru innanhúsbreytingar í leikskólanum Hjallatúni sem var annað mál á dagskrá. Og þar erum við með góða ferla þegar við erum að óska eftir slíkum breytingum eða nýbyggingum eða slíku. Og við erum bara að vinna samkvæmt því ferli og svo eitt og annað sem tengist lýsingu hér fyrir utan húsi sem við stöndum í hérna sem núverandi ráðhús sem við munum svo nota áfram að það þarf að lýsa hér betur upp og farið yfir svona hugbúnaðar lausnir og annað þar sem við erum að skipta út búnaði með hagkvæmum hætti þar sem við getum stýrt breytingum sjálf en þurfum ekki að vera að kaupa út dýra þjónustu í tímavinnu. Þannig að okkar fólk hér á eignaumsýslunni aldeilis með puttan á púlsinum. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust stjórn eignasjóðs. Nú hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefið þess merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú næsta mál á dagskrá, kæru bæjarfulltrúar, 4. mál fundargerð menntaráðs frá 7. febrúar. Orðið laust fundargerðina. Birgitta Rún Birgisdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hingað upp vegna 4. máls á fundi menntaráðs þann 7. febrúar síðastliðinn staða leikskólamála. Leikskólamálin hafa verið talsvert í umræðinu undanfarið enda margir ósáttir við stöðu mála. Eftir samtal við foreldra ungra barna í kringum mig heyrði ég sögur að börn séu að komast inn á leikskóla allt upp í 2 ára og 9 mánaða aldur sem auðvitað slæm staða.
Í greinargerð sem unnin var af skrifstofu Menntasviðs kemur fram að stefnt að því að taka inn 18 mánaða gömul börn á leikskóla Reykjanesbæjar í ágúst 2026, sem eru góða fréttir ef það verður að veruleika. Sjálfstæðisflokkur og umbót telja hins vegar að þessi greinargerð sýnir fram á að ansi erfitt verður að framfylgja þessu kosningaloforði meirihlutans þó það eigi að raungerast á nýju kjörtímabili. Það kemur nefnilega fram í greinargerðinni að ekki megi verða fjölgun í þessum aldurshópi eigi þessi áætlun að standast. Einnig fjallar greinargerðin eingöngu magn og svigrúm en ekki gæði, mönnun eða húsnæðisforsendur, sem eru mjög mikilvægar forsendur þess að þetta gangi upp. Við veltum því líka fyrir okkur hvert planið sé í að fjölga faglærðum leikskólakennurum í Reykjanesbæ. Því það hlýtur að þurfa að fjölga þeim eigi þetta að ganga upp, þar sem samkvæmt lögum eiga að minnstakosti 2/3 hluti starfsfólks að vera fagmenntað, en staðan í Reykjanesbæ er sú að aðeins 26% starfsfólk í leikskólum er fagmenntað. Mér langar að enda þetta með leyfi forseta á því að lesa upp bókun sem Ríkharður Ibsen lagði fram á fundi menntaráðs og óska eftir að hún verði einni bóku hér, þar sem fulltrúi umbótar tekur undir þessa bókun. Fulltrúi Sjálfstæðisflokks telur að þessari vinnu sé mjög ábótavant og kallar eftir heildstæðri greiningu. Ljóst má vera að biðlistar Reykjanesbæjar eru mun lengri en annarra sveitarfélaga. Einnig virðist vera að Reykjanesbær standi afar illa að vígi þegar kemur að því að taka börn inn í leikskóla við 18 mánaða aldur sem hefur verið lofað síðustu 2 kjörtímabil. Staðan í þessum málaflokki virðist vera langverst í Reykjanesbæ miðað við önnur sambærileg sveitarfélög á landinu. Skortur er á gögnum, sannreyndum tölum og samanburðargreiningu til þess að gera gangskör í þessum efnum. Slæm staða í leikskólamálum kemur niður á samkeppnishæfni sveitarfélagsins. Undir þetta rita Birgitta Rún Birgisdóttir, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir umbót. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Kannski. Það sem ekki hefur verið nefnt er að í einhverjum leikskólum hafa verið tekin inn 17 mánaða gömul börn. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að börn fara inn í leikskóla á hinum ýmsa aldri. Við erum með foreldra sem óska eftir ákveðnum leikskóla í þeirra hverfi og það er kannski ekki akkurat laust pláss í þeim leikskóla á þeim tímapunkti. Þannig að og ég hef sjálf bara verið í þessum sporum þó það er langt síðan ég átti barn í leikskóla, að fá boð leikskólapláss í öðru hverfi. Og það var ekki góður kostur fyrir mig á þeim tíma af því að ég sá ekki fyrir mér að fara að keyra í annað skólahverfi með barni mitt. Ég var líka með frábæra dagmömmu, nú erum við með öflugt dagforeldrakerfi. Þar var þessi dóttir mín með 4 öðrum börnum í góðu yfirlæti hjá ömmu Gunnu. Ég ætla bara að nefna hana hér. Og ég hugsaði með mér, ég vil frekar að hún haldi áfram að vera þar og fari svo inn í sama leikskóla systirina var í, heldur en að ég fari með hana í einhvern annan leikskóla. Ég er ekki að segja að allir foreldrar séu í nákvæmlega þessari stöðu, en þetta bara er í alvöru líka það sem er að gerast. Börn sem eru búsett í Keflavíkurhverfi, sem fá boð pláss í Innri Njarðvík, að mér finnst alveg eðlilegt að foreldrar kannski segi nei við því þegar þau vita eftir sumarfrí
að þá eru alla líkur á því að barnið er að kemst inn á leikskóla sem að þau völdu sem fyrsta val. Þannig að gefum þeim þetta svigrúm líka. Það er bara, það ætti ekkert foreldri að sitja heima með barnið sitt og komast ekki í vinnu eftir að fæðingarorlofi lýkur. Það ætti ekki að vera þannig og ég væri bara, ef staðan er alvörunni þannig að því að nú vitum við að það eru dagforeldrar sem er ekki með fullt nýtt pláss, að þá er eitthvað sem að við þurfum líka að skoða. Af því að þetta er líka bara staðan. Við erum með öflugt dagforeldrakerfi, við erum búin að styðja líka vel við dagforeldra með allskyns styrkjum, með námskeiðum, með geta keypt leikföng og annað. Við styðjum vel við varðandi það hvernig við styðjum við málþroska barna á máltökuskeiði, foreldra barna sem að verða 18 mánaða hjá dagforeldri, greiða leikskólagjald, þannig að þetta snýst ekki um það að sé fjárhagslega mjög neikvætt að vera áfram hjá dagforeldri með lítið barna, því að svo þekki ég bara fullt af leikskólakennurum sem segja það líka að þeim finnist börn ekki tilbúin að koma inn í leikskólan til að 12 mánaða. En það, ég ætla samt ekki að segja að foreldrar hafa fullan rétt á því að vera annarra skoðunar heldur en það sem við erum að heyra út úr samfélaginu og það er engin ein rétt leið, alls ekki. En allavega, það á ekkert barn að vera heima eða foreldrar ekki komast út á vinnumarkað af því að við erum bæði með sterkt dagforeldrakerfi og frábæra leikskóla sem taka á móti börnum. Hér tala ég áðan vörn og sókn og þetta er nákvæmlega bara staðan. Varðandi fjölgun faglærðra í leikskólum að þá höfum við verið með starfshópa ýmsa til þess að tryggja það að við séum að reyna að mæta þeim þörfum sem eru inni og oft eru það bara miklar áskoranir sem eru inni í leikskólum. Hér voru nýjir kjarasamningar samþykktir sem gerir það verkum að það er orðið miklu meira undirbúningstíma hjá eins og deildastjórum og faglærðum. Við erum með betri vinnutíma. Það er alls konar svona hlutir sem koma inn sem að gera það verkum að það breytast leikreglurnar innan skólastarfsins. Og við því þurfum við að bregðast og við höfum reynt eftir fremsta megni að samræma bara eins og frí. Við erum með opið, ef við lokum samræmdar lokanir sem eru á milli eða í dymbilviku og milli jól og nýjárs, í vetrafríum. Þannig að við erum svo sannarlega að reyna að styðja við það að við höldum í okkar frábæra fólk sem í leikskólanum okkar starfa og líka tryggja það að við styðjum við þau sem eru í námi þannig að þau geti sótt sér staðlotur á vinnutíma án þess að tapa launum og það er ýmislegt fleira svona svo margt sem við getum tekið fram í þessu. Kannski bara eitt af því að á vörn og sókn og ég ætla ekki að vera í vörn, ég vil bara spila sókn og það að hér hefur við heyrt bara í samfélaginu okkar núna, það sem skiptir máli er að við tölum jákvætt samfélagið okkar, við tölum okkur upp, þetta er ekki partur af því, hér erum við bara ekkert að tala okkur upp. Við erum að segja að það sé allt í skrúinni þegar það er það bara ekki. Við erum búin að byggja 4 nýja leikskóla. Við erum ekkert hætt. Við erum með stækkun á teikniborðinu í nokkrum skólum. Við erum að taka fyrsta skrefið í Stapaskóla 3. Þannig að bara tölum okkur í alvörinu upp. Það er frábært faglegt starf í leikskólum. Ég veit að gagnrýni snýst ekki það að sé ekki faglegt starf í leikskólum, en bara ég er stolt af leikskólanum okkar. Mér finnst frábært hvernig við höfum að taka utan þetta með því að lækka líka álögur á fólk sem að í alvörinu koma ekki börnunum sínum 18 mánaða inn í leikskóla. Og ég veit ekki hvert dagforeldragjaldið er núna að fullu, en það er örugglega meira en 100.000 krónur. Og leikskólagjaldið er
ég segi enn og aftur, ég hef ekki verið með barn í leikskóla í nokkur ár en ég myndi giska á 40.000 eða eitthvað slíkt. Þannig að bara tölum hlutin eins og þeir eru. Já, forseti vill kannski aðeins renna yfir fundagerð menntaráðs sem nýji formaðurinn eftir ákveðin leikmaður hvarf hér að brott. En forseti langar að fara yfir hérna í fyrsta máli staða framkvæmda, þá fengum við Hrein Ágúst Kristinsson, deildarstjóri eignaumsýslu á fundinn, sem fór yfir framkvæmdir sem tilheyra menntasviði, sem eru all nokkrar. Meiri hlutinn í menntaráði fagnaði að það gengur mjög vel uppbyggingin í Holtaskóla og Myllubakaskóla en gert ráð fyrir að nemendur beggja skóla verði komnir að öllu leitin í skólana nú í ár. Þannig að við fögnum því, það sést til sólar. Menntaráð lagði áherslu á að mun fylgja eftir leikskólanum Garðaseli en við vitum hvernig sú saga endaði að leikskólabörnin þar fluttust yfir í Asparlaut. En gert ráð fyrir að við rífum leikskóla núna næstu mánuðum og getur svo hafist handa við að undirbúa byggingu á nýjum leikskóla á lóðinni. Einnig þurfum við að fara að huga að leikskólum okkar við Stapaskóla og við höfum eins og bæjarfulltrúi Halldóra Freyja kom hér inn á, við höfum tækifæri að gera fleiri leikskóla hjá okkur rekstrarlega hagkvæmari. En við höfum verið að horfa í 120 barna markið eins og hér hefur oft komið fram, þannig að við höfum tækifæri í nokkrum af okkar húsum þar. Í máli 2 íþróttar og skólatíma í grunnskólum þá kom hann meistari Halldór Rósmundur Guðjónsson með tillögu verkefni íþróttir fyrir alla sem felur í sér að efla hreyfingu og þátttöku nemenda í grunnskóla Reykjanesbæjar með skipulegum íþróttum á skólatíma. Tillagan beinir áherslu á veljaðan barna og samþættingu á hreyfingu og námi sem í anda grunnskólalaga og menntastefnu Reykjanesbæjar. Þarna samþykkti menntaráð að skipaður verði starfshópur sem í verða 3 skólastjórar frá Háaleitiskóla, Njarðvíkurskóla og Heiðaskóla sem munu leiða verkefni ásamt fulltrúa frá menntasviði. Starfshópurinn mun skoða fýsileika þess að nemendum í skólunum verði búið að taka þátt í valkvæðum íþróttum á skólatíma. Niðurstöður frá hópnum verða síðan kynntar fyrir menntaráði og ef vel gengur verður hægt að útfæra verkefni í formlega tilraun haustið 2026 hjá áhugasömum grunnskólum. Virkilega spennandi verkefni. Forseti hvetur bæjarfulltrúa til að rýna starfsáætlun skrifstofu menntasviðs fyrir árið 2026 en skýrslan metnaðarfull og inniheldur greinargóðar upplýsingar. Þegar kemur að 4. máli, staða leikskólamála, þá kynnti Helgi Arnarsson, sviðsstjóri menntasviðs, greinargerð stöðu leikskólamála þar sem tekin var saman fjöldi leikskólabarna og stöðu leikskólaplássa í Reykjanesbæ. Sú greinargerð sýnir óumdeilanlega að nægilega mörg pláss eru til staðar í Reykjanesbæ til að hægt sé að taka inn öll 18 mánaða börn í sumar. Ástæður fyrir þessu er að hér hefur verið sett rík áhersla á forgangsröðun til barna og opnað hefur verið 3 ný leikskólaúrræði á kjörtímabilinu. Það er forgangsröðunin og hún er að virka. Hefur þetta dregist? Jú. Fjölgunin hefur verið meiri en við gátum ímyndað okkur ár eftir ár. Framkvæmdir hafa líka dregist og við vitum öll söguna með Garðasel og hvernig sá leikskóli endaði með 90 börnin í Asparlaut þannig að við fengum 30 pláss í stað 120. En áskoranir gerast og það þarf að takast á við þær. Við erum að sjá með breyttum kjarasamningum, bættum kjarasamningum að fólk er að skila sér í auknum mæli aftur til sinna starfa í leik- og grunnskólum og við erum líka að sjá að út af því að þetta starfsfólk hefur 1 leyfisbréf að það er að minnka flæðið frá leikskólum yfir í grunnskóla eins og verið hefur og það er ánægjulegt að sjá það. Bæjarfulltrúi Halldóra Freyja fór ágætlega hér yfir stöðu dagforeldra en við erum með 29 þannig í okkar sveitarfélagi sem við þökkum blessunarlega fyrir og hafa þau aldrei verið fleiri. Þannig að hér er plásslaus hjá dagforeldrum. Þannig að það sé haft í huga hér. Forseti vil enda hér á að lesa upp bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 4. mál.
Meirihluti bæjarstjórnar fagnar þeim jákvæðu niðurstöðum sem framkom í greining á stöðu leikskólamála í Reykjanesbæ, þar sem kemur fram að heildarfjöldi leikskólaplássa í sveitarfélaginu verður 1190 í vor þegar Drekadalur verður fullbyggður fyrir 120 börn, en fjöldi barna 18 mánaða og eldri eru alls 1066. Nú þegar hafa 42 börn sem fæddur á árinu 2024 hafi dvöl í leikskólanum okkar. Og er óhætt að fullyrða að öll 18 mánaða börn í Reykjanesbæ muni fá leikskólapláss þegar nýtt skólaár hefst í ágúst á þessu ári. Þegar við horfum til fjölda leikskólabarna voru þau 898 talsins árið 2015 en er í dag 1099. Á 11 árum hefur leikskólabörnum í sveitarfélaginu okkar fjölgað 18% sem að jafngildi fjölgun tæpa 2 leikskóla. Þetta eru staðreyndir málsins. Þetta er stór áfangi fyrir fjölskyldur í Reykjanesbæ og skýrt merki markvissa uppbyggingu, ábyrga áætlanagerð og sterka stöðu leikskóla sveitarfélagsins. Meirihlutinn leggur jafnframt áherslu á að standa áfram vörð faglegt starf leikskólana og góða mönnun enda gæði þjónustunnar lykilatriði samhliða auknu aðgengi. Það er mjög gleðilegt fyrir samfélagið okkar að við erum að ná þessum árangri. Samhliða mun Reykjanesbær halda áfram með uppbyggingu leikskóla en áformað er að byggja nýjan leikskóla í stað Garðasels. Fyrstu skref í byggingu 3. hluta Stapaskóla er að fara af stað og jafnframt er verið að rýna möguleika á stækkun annarra leikskóla. Bókunarlestri lýkur. Það er mjög gleðilegt að við erum loksins að ná þessum áfanga. Og það má alveg deila tíma og kosningaloforð, en Sjálfstæðisflokkurinn ætti nú að fagna því þar sem þetta var kosningaloforð þeirra líka, þannig að til hamingju með það einnig. Bara svona ef við rýnum í skemmtilega atriði. En þetta er gleðilegu dagur að við erum að sjá að eftir þungt kjörtímabil á mikilli uppbyggingu erum við að sjá til sólar og við erum að ná þessu. Og það er líka alveg hægt að segja það, ef við rýnum greinargerðina vel, þá gæti alveg óábyrgir stjórnmálamenn sagt við getum tekið 12 mánuði í leikskóla. Það er pláss fyrir þau. En við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að ná 18 mánaða börnum inn og við ætlum að halda fram að efla faglegt starf, laða okkur gott starfsfólk, laga starfsskilyrði í leikskólanum okkar, Menntaráð fór af stað með að kanna hljóðvist og aðra starfsaðstöður sem verið þarf að rýna. Þannig að við ætlum að lofa okkur rólega, og það er samt að koma kosningar. Þetta væri bara geggja kosningalofar. Við höfum pláss fyrir 12 mánuði í leikskólum, en við erum ekki að segja það út af því að við þekkjum þessa fjölgun sem kemur svo hratt í fangið okkur og við þekkjum að hlutinni geta verið fljótar að breytast. Þannig að áherslan okkar núna er á starfsfólkið, koma 18 mánaða inn og halda áfram eðlilegri uppbyggingu eins og við höfum verið að gera. Það er það sem við erum að segja. Og það er það sem við náum í sumar og það er frekar kjánalegt að geta ekki fagnaði. Orðið er laust. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég var aðeins að rýna bókun minnihlutans og mér langar að fá útskýringu á einni setningu. Ljós má vera að biðlistar Reykjanesbæjar eru mun lengri en annarra sveitarfélaga. Ég bara átta mig ekki alveg á þessu þannig að getið þið útskýrt þetta fyrir mér. Hjörtur Magnús Guðbjartsson og ætlaði forseti að segja Guðmundsson. Þarna munaði litlu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir, bæjarfulltrúi Guðbergur á það til að lauma sínum málum inn í aðrar fundargerðir. Mér langar að segja leikskólamál og menntamál eru atvinnumál. Fyrst og fremst einn af frambjóðendum í prófkjörsbaráttu Sjálfstæðismanna sagði daginn í spursmálum minnum mig að
hvort það væri ekki bara sel fyrir okkur sem sveitafélag að við eigum eitt flottasta skóla og flottasta íþróttahús landsins í Stapaskóla. Ég fór og var við vígslu Drekadals á dögunum sem sko stórglæsilegu leikskóli, það skiptir sköpum. Ég held að það sé mál sem skiptir rosalega miklu máli til að draga hæft og gott starfsfólk inn í leikskólana, að vera með góða hljóðvist, ljósvist og loftvist, að vinnuaðstæðan sé eins og bestur á kosið. Við þurfum að passa og vanda okkur í öllu þessum málum. Mér finnst þó að Drekadalur hafi kannski verið svolítið löng og erfið saga í gegnum tíðina, þá var rosa gaman að koma og hitta starfsfólki og heyra leikskólastjóran segja að þau séu búin að öðlast nýtt líf í nýrri byggingu, að því að þeim líður virkilega vel þarna inni. Og maður fann það þegar maður var þarna inni, þó að krakkarnir væru þarna ennþá, það var ekki skarkalið, það var rólegt, lágstemt og maður leið vel þarna inni. Og það skiptir rosalega miklu máli. En annars sem ég langaði að ræða líka, því að ég sem íbúi hef fengið að prófa 3 leikskóla Reykjanesbæjar og þeir hafa verið með mishátt menntunarhlutfall starfsfólks. En mér finnst þau stundum gera svolítið lítið úr hinu starfsfólkinu sem ófaglært, af því að ég sem foreldri pæli ekkert í því þegar ég að ræða við starfsfólk skólans hver faglærður og hver ekki, því að mín upplifun af þessum 3 leikskólum bæði í Innri og Ytri-Njarðvík þar sem ég hef búið alltaf frábær. Starfsfólk sem vinnur á leikskólum, hvort það menntað eða ófaglært, í vinnunni af alúð, það gefur sig allt í starfið, annars væri það ekki í þessu starfi. Þannig að við megum ekki bara horfa á menntun þó hún skipti vissulega máli, þá eru svo margir aðri þættir sem skipta máli inn í leikskólanum. Og það hefur allavega verið mín upplifun síðustu 9 ár síðan ég fór fyrst með barn á leikskóla, að hver einasti starfsmaður bæði þar og bæjarfulltrúi Haldorfafirði ekki svo eina sem hefur góða upplifun líka af dagforeldrakerfinu á Reykjanesbæ, í Reykjanesbæ, því að það nú ekki á vegum okkar, að fólk sem vinnur í umönnun barna af metnaði í því starfi. Þú endist ekki í þessu starfi nema að hafa metnað og köllun til þess. Birgitta Rán Birgisdóttir. Ég ætla nú bara að svara bæjarfulltrúum. Ég finnst þetta smá útúrdúr kannski að vera að benda á að við séum að gera lítið úr ófaglæru starfsfólki eða dagforeldrum svo langt í frá. En það er ástæða fyrir því að við viljum hafa faglært fólk í öllum stöðum. Lögreglumenn, þeir eru hvattir til að fara í lögregluskólan, á mínum vinnustað, þá krafist vissa menntunar örugglega hjá okkur öllum. Þannig að bæjarfulltrúi Halldóra Fríða minntist á það að við ættum ekki að vera að tala niður bæinn okkar. Ég hef alltaf lagt það í vana minn að tala bæinn minn upp, en auðvitað hef ég mikið metnað fyrir því að laga það sem þarf að laga. Og ég veit að Reykjanesbær styður við starfsfólk leikskóla, að það getur farið í náma á vinnutíma, en það hentar ekki alltaf vel og það þyngir róðurinn á annað starfsfólk í skólunum. Leikskólakennarar sem ég hef rætt við hafa bent á að það þurfa að finna betri leiðir. Og það var það sem við vorum að benda á áðan. Þessi fagþekking á ekki að vera lúxus, hún forsenda gæða í leikskólastarfi. Takk fyrir. Helga María Finnbjörnsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég kem upp undir lið 2, þar sem Halldór Rósmundur lagði fram tillöguna íþróttir fyrir alla í Reykjanesbæ, en ég finn mig knúna til að segja nokkur orðum hana þar sem hún nýstárleg og fellir vel að menntastefnu bæjarins og grunnskólalögum. Eins og bæjarfulltrúi Guðni Birna kom inn á þá felur tillögan í sér að efla hreyfingu og þátttöku nemenda í grunnskólum bæjarins með valkvæðum íþróttum á skólatíma, með áherslu á vellíðan og þátttöku sem flestra og samþættingu náms og hreyfingar
sem í samræmi við grunnskólalög og menntastefnu bæjarins. Tillagan byggir á því að þátttaka er valkvæð og byggir á áhuga nemenda, að nemendur velji sér sjálfir þá íþrótt sem henta þeim og áherslan er á veljan og þátttöku. En það er löngu vitað að hreyfing og veljan eru nátengd líkamlega, andlega og félagslega. Andlega örvar hreyfing losun boðefna eins og endorfíns og serotonín sem auka gleði og draga úr streitu og kvíða og börn sem hreyfa sér reglulega sína oftar betri einbeitingu, auki sjálfstraust og meiri seiglu gagnvart áskorunum. Það er ljóst að veljan barna er forsenda náms, félagsþroska og heilsu og gerir börnum kleift að blómstra og fylgja eigin draumum. Hlutverk okkar er að skapa umhverfi þar sem börnum líði vel og bregðast við þegar þörf krefur. Menntastefna Reykjanesbæjar leggur einmitt áherslu á að veljan sé í forgrunni. Þeirri vinnu lýkur aldrei. Við getum byggt nýja skóla og fjárfest í búnaði en það skiptir litlu ef börnunum líður ekki vel. Veljan er sjálfur grunnurinn að öðru. Þess vegna er þessi tillaga lögð fram. Eins og fram kemur í bókun Menntaráðs fellur tillagan vel að menntastefnu Reykjanesbæjar og áherslunum veljan jafnræði og aukna þátttöku barna. Ég fagna því að Menntaráð samþykkti að skipa starfshóp með fulltrúa menntasviðis og skólastjórum Háaleitsskóla, Heiðaskóla og Njarðvíkurskóla sem hefur það hlutverk að skoða kosti þess að nemendum verði boðið að taka þátt í valkvæðum íþróttum á skólatíma. Starfshópnum var falið að útfæra verkefni nánar með hliðsjón af aðstæðum og áherslum hvers skóla, fara yfir mögulega leiðir í þróun þess og koma með tillögum tímaramma til lengri og skemmri tíma. Niðurstöður starfshópsins verða síðan kynntar á fundi Menntaráðs í apríl. Í framhaldinu verður metið hvort tilraunaverkefni geti hafist í haust í þeim skólum sem hafa áhuga á því. Þetta er spennandi nálgun og ástæða til að þakka starfsfólki menntasviðs fyrir faglega aðkomu og góða tillögur í mótun verkefnisins. Á sama hátt er einnig ástæða til að þakka skólastjórum Háaleitsskóla, Heiðaskóla og Njarðvíkurskóla fyrir að vera tilbúnir að fara nánar yfir tillöguna og skoða hvernig útfærsla á henni geti gagnast í þeirra skóla. Þetta skiptir máli. Kæra þakki fyrir þetta. Forseti ætlar að hleypa hér Margréti Þórarinsdóttur að en fékk hér ábendingu frá bæjarfulltrúa varðandi svör við fyrirspurn sinni sem beint var til minnihlutans eða til fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Já, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég vil þakka bæjarfulltrúa Framsóknar, hún Róberti, fyrir þessa fyrirspurn. Í nóvember 2025 voru 134 börn á biðlista eftir leikskólaplássi í Reykjanesbæ. Það er verulegur fjöldi miðað með íbúafjölda sveitarfélagsins. Þó opinberar tölur biðlista séu ekki birtar reglulega fyrir önnur sveitarfélög, þá eru haldnir úttektarfundir og greiningar sem benda til þess að biðlista í Reykjanesbæ sé meira en í Reykjavík miðað við íbúafjölda. Og það voru við akkurat að benda á í bókun okkar hér áðan. Og bókun, til dæmis Reykjavíkurborg, birti í september 2025 að 467 börn 12 mánaða og eldri væri á biðlista þar en sú tala er yfir heildinni og ekki einfallega beint samanburðarhæf miðað við þann íbúafjölda sem er í Reykjavík. En allavega, þær síðustu tölur sem að ég fann, þá voru í nóvember í Reykjanesbæ 134 börn á biðlista eftir leikskólaplássi. Og það er 134 fjölskyldur. Takk fyrir. Róbert Jóhann Guðmundsson, þú mátt trítla hérna upp til forseta en bara til að leiðrétta þetta strax og kom fram á fundi Menntaráðs, ekki núna síðast heldur það síðast þegar að leikskólafulltrúi fór yfir tölurnar að þá kom fram á þeim fundi af þessum 134 væri 25 þegar komið með leikskólapláss. Þannig að það var leiðrétt á þar síðasta fundi. Þannig að já, en þetta var leiðrétt á fundi Menntaráðs þar sem að við eigum öll okkar fulltrúa og það kom fram og þess vegna er líka oft talað að betra væri að kalla þetta skráningalista heldur en biðlista út af því að skráningin er mismunandi og er mjög fljót að taka breytingum. Og við vitum það þegar að náttúruváin gerist í Grindavík, við fengum 54 börn ef að forseti mann rétt með nokkra daga fyrirvara, þannig að þetta er fljótt að breytast. Róbert, gjörðu svo vel. Forseti,
Takk fyrir bæjarfulltrúi Margrét. Ég var þá að velta fyrir mig, vil ég breyta bókunni og segja mun fleiri en í Reykjavík eða bara annarra sveitarfélaga? Takk. Alexander Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég ætlaði nú ekki að ræða leikskólamálin en ég veit nú ekki hvort við þurfum að breyta bókuninni. Reykjavík er nú álíka stór og lungað á sveitarfélagunum, þannig að ég veit ekki hvort að það er einhver ástæða til en það sem mig langaði að ræða hérna er mál 2, íþróttir á skólatíma. Og þetta er svo sem mál sem hefur verið lengi í umræðinu og við erum bara að bera að fagna að það sé komið á þetta stig og búið að setja þetta svona í eitthvað far. En það sem aðeins stingum mig við að skoða þetta og kannski smá áhyggjur er að þarna virðist vera mjög takmarkað eða ekkert samstarf við íþróttahreyfinguna. Þannig tekið fram að þetta sé ekki eiginleg íþróttakennsla, heldur sé þetta íþróttastarf og þá spyr maður sig ef ekki á að vera í samstarfi við íþróttahreyfinguna. Það er tekið að vísu fram að það sé mögulegt samstarf, ekki erum að fara í samkeppni við íþróttahreyfinguna. Þannig að ég eiginlega hvet menn bara til þess að taka strax upp gott samstarf við íþróttahreyfinguna ef það hefur ekki verið á dagskrá. Ég held að þetta muni aldrei virka nema með góðu samstarfi við íþróttahreyfinguna. Því það er verið að nota sömu íþróttahúsin og þetta eru sömu börnin sem eru að stunda þarna íþróttirnar. Þannig að það er eiginlega svona, ég ætlaði eiginlega bara að hvetja til þess að það er tekið upp strax gott samstarfi við íþróttahreyfinguna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Alexander. Það er ekki meiningin og var það ekki þegar við ræddum þetta á fundi menntaráðs. Við vitum í rauninni ekki hvert verkefni þróast. Það er það sem er líka spennandi við það. Mun þetta verða vinsælt eða ekki, við vitum það ekki. Munum við bjóða upp á fleiri íþróttatíma innan skólans eða mun þetta kannski þróast í það að þjálfarar í vinnu sem eru lítið að vinna þetta snemma dags komi inn í skólana í skipulagðar æfingar. Við vitum það ekki, það kemur í ljós, en báðar leiðir gætu þróast eða bara áhuginn sé ekki til staðar. En aðalatriði er að við fengum þarna 3 áhugasama skóla til að fara í þetta tilraunaverkefni með okkur eða kanna þetta mál og það var allavega mjög spennandi að sjá hvað gerist. En auðvitað væri frábært og gott fyrir foreldra líka ef að 6 ára börn gætu tekið fótboltaæfingu klukkan 1 til 2 og verið þá bara búin. Þetta líka leysir umferðarflækjumál og fleiri mál. En hvort þetta þróist þangað endanum vonandi, en við vitum það ekki. En þetta er alls ekki gegn hreyfingunni, alls ekki. Nú orðið er laust fundargerð menntaráðs. Hér hafa ekki fleiri gefið sig fram. Þessi samtök geta fundargerðina vinsalast skeiðamerki. Og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir. Nú þá erum við komin að 5. máli, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. febrúar. Orðið er laust. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég kem hérna undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs sem var haldinn 11. febrúar síðastliðinn og langaði að vekja athygli á máli nr. 1, fjármál UMFN. Þarna var kynning sem hún Ágústa Guðmarsdóttir, fjármálastjóri Ungmennafélags Njarðvíkur, og gerði grein fyrir fjármálum félagsins og því starfi sem hún er að vinna af hendi fyrir félagið.
Þarna verð ég að segja að þetta bara til fyrirmyndar. Það sem stendur upp úr og skiptir raunverulega máli hversu gríðarleg áhrif þetta hefur haft að Reykjanesbær hafi stigið inn í og að styrkja stöðugildi fjármálastjóra fyrir bæði Njarðvík og Keflavík. Við verðum að horfast í augu að við staðreyndir velta þessara félagi orðin það mikil að það ekki lengur hægt að treysta eingöngu á sjálfboðastarf þó svo það sé mjög skemmtilegt starf og ég mæli með því og í flóknum reikningsskilum. Með þessu framtaki einmitt loksins hægt að reka þessi félög bara eins og alvöru fyrirtæki með þeirri fagmennsku og yfirsýn sem þau eiga skilið. Ávinningurinn fyrir samfélagið okkar og íþróttahreyfinguna ótvíræður. Vegna þess að tel ég hvernig þessi stuðningur hefur gjörbreytt rekstrarumhverfinu og tryggt framtíðavöxt íþróttafélagana og bara fögnum þessu skrefi. Þetta dæmi hvernig réttar ákvarðanir skila sér í faglega og öfluga starfi fyrir okkur öll og fyrir samfélagið. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Forseti tekur hér undir með bæjarfulltrúa Sigurrósu undir mál 1 fjármál UMFN kynning. Það mjög gleðilegt að sjá á lélegri íslensku feedback á málefnum sem við höfum lagt til. En við gerðum á síðasta kjörtímabili, þá settum við inn fastan rekstrarstyrk fyrir í formi íþróttastjóra fyrir félagin og svo árið 2023 þá bættum við fjármálastjórum sikkur megin við. Þannig að það mjög gleðilegt að sjá að þessar ákvarðanir voru góðar og að nýtast félagunum vel. En líkt og kemur fram í erindinu sem segir ráðning fjármálastjóra og íþróttastjóra hefur gjörbreytt starfsemi UMFN. Áður voru öll þessi verkefni á einum manni sem var hvorki raunhæft né árangursríkt. Það sem hefur breyst að yfirsýn fjármála betri, rekstraröryggi aukið og minna álag á sjálfboðaliðum sem verður nú að teljast frábæra fréttir. Þannig að vel gert Reykjanesbær. Ekki? Allir sammála? Einmitt. Orðið laust fundargerðina. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðast þessu samþykki þetta fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs vinsamlega skifið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Kæra þakkir. Nú þá erum við komin að 6. máli, fundargerð velferðarráðs frá 12. febrúar síðastliðinn. Orðið laust. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hérna upp vegna fundargerðar velferðarráðs sem haldið var 12. febrúar. Góður og skemmtileg fundur eins og alltaf, en ég vil endilega vekja athygli á máli númer 5. Fundargerð samtakahópsins. Þar kom hún Gunnhildur, forstöðumaður Fjöruma á 88 hússins og Melkorka Ír, deildarstjóri þjónustu í frístund barna og unglinga á fundinn og fylgdu eftir fundargerð samtakahópsins. Á þeim fundi hópsins var unnið að endurskoðun á markmiðum og gildum hópsins. Allar fundargerðir samtakahópsins koma inn á velferðarráðsfundi hverju sinni og hef ég stundu vakið athygli á máli sem koma þar inn. En þá langar mér bara að koma framfari, samtakahópurinn. Hvaða hópur þetta? Hvaða markmið með þessum hóp? Kannski sumir sem spyrja sig. Þá langar mér aðeins að útskýra hverjir í þessum hóp og hver tilgangurinn. Þarna hópur af fólki sem kemur víða að og eru fulltrúar frá fræðslusviði, velferðarsviði, náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjanesbæjar, fulltrúar skólahjúkrunar í Reykjanesbæ, verkefnastjórar FF-GÍR sem foreldrafélög og foreldraráð grunnskólana í Reykjanesbæ, forvarnafulltrúi Fjölbrautaskóla Suðurnesja og varðstjóri forvarna hjá lögreglunni á Suðurnesjum,
Markmið samtakahópsins er að fyrirbyggja og taka á þeim vandamálum sem koma upp hverju sinni til að bæta umhverfi barna og ungmenna í Reykjanesbæ. Samtakahópurinn er sameiginlegur vettvangur þar sem hægt er að eiga opið samtal það sem er í gangi í samfélaginu. Markmið er að skapa samráðsvettvang sem vinnur að sameiginlegum lausnum í forvörnum. Áhersla er að hópurinn sé regnhlíf og leiðbeinandi afl, greina þar þarfir og vera samtaka fræðslu sem er í takt við líðandi stundir. Áhersluatriði samtakahópsins. Það eru forvarnir fyrir börn og ungmenni, velferð og farsæld barna og ungmenna, snemmtæk íhlutun, að sameina krafta ólíkra aðila, þá skóla, foreldra, fagfólk og samfélagið. Samtakahópurinn er viðbót við forvarnaráætlanir skólana og langar mig bara að þakka þessum hóp fyrir, hann er bara mjög mikilvægur. Síðan ætla ég aðeins að vekja athygli að mál 8. Fjöldi þeirra sem er í þeim sporum sem þurfa að þiggja fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ, að það fækkar á milli ára sem er afar ánægjulegt. Í janúar í fyrra voru 158 einstaklingar sem fengu greidda fjárhagsaðstoð til framfærslu frá Reykjanesbæ, en í janúar þessu ári voru 113 einstaklingar sem fengu greidda fjárhagsaðstoð. Þarna fækkar 45 manns. Þá er einnig ánægjulegt að fjöldi barna á framfæri foreldra og forráðamanna á fjárhagsaðstoð fækkar einnig á milli ára. Það fækka 26. Þetta er afar ánægjulegt því ekki viljum við að einstaklingar festist í að þiggja ölmusu sveitarfélagsins. Þetta má þakka góðri vinnu hjá starfsfólki Reykjanesbæjar og ég reyna að fá einstaklinga í virkni og vinna markvisst í að valdefla þennan hóp. Og einnig vil ég líka benda á með skilvirkari reglum sem voru gerðar á síðasta ári, þá erum við að uppskera. Takk. Kæra þakkir. Orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Og hér hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerðina vinsæla skefmerki. Og hér er hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú næst eru komin að 7. máli fundargerð lýðheilsuráðs frá 12. febrúar. Orðið er laust þá fundargerð. Og forseti vill kannski taka forskot á sæluna og koma hér undir mál 3, uppgjör frístundastyrks árið 2025 og vill leggja fram eftirfarandi bókun fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar sem hljóðar svo. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar þeim jákvæðu niðurstöðum sem framkoma nýtingu frístundastyrks Reykjanesbæjar. Þátttaka barna á aldrinum 4 til 18 ára hefur aukist jafnt og þétt úr 57,9% árið 2022 í 64,1% árið 2025. Sérstaklega er ánægjulegt að sjá verulega aukningu í þátttöku erlendra barna sem hefur farið úr 28,4% árið 2022 í 43,2% árið 2025. Þessi þróun er afar jákvæð og sýnir að frístundastyrkurinn er að skila tilætluðum árangri. Markmið sveitarfélagsins er að sem flest börn taki þátt í skipulögu íþróttu og eða frístundastarfi enda er slíkt starf öflug forvörn stuðlar að betri líðan, félagsfærni og virkri þátttöku barna í samfélaginu. Meirihluti bæjarstjórnar mun áfram styðja við aðgerðir sem auka aðgengi allra barna að fjölbreyttu og uppbyggilegu frístundastarfi í Reykjanesbæ. Bókun lýkur. Orðið er laust. Hér hefur enginn hvatt til hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs vinsæla skefmerki og hér fara allar hendur á loft. Kæra þakki fyrir það. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá erum við hér komin að 8. máli fundarins, fjárfestingaverkefni 2025, svar við fyrirspurn vegna framkvæmda og kostnaðar. Hér eru komið fram svör við fyrirspurn minnihlutans, Sjálfstæðisflokksins og flokks umbótar er varða framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins. Spurningarnar voru lagðar fram á fundi bæjarstjórnar nr. 710 þann 7. janúar síðastliðinn.
Þessum gögnum var dreift í bæjarráði þann 29. janúar og svörin lesin hér upp af forseta á síðasta fundi bæjarstjórnar þann 3. febrúar. Bæjarfulltrúar minnihlutans báðu frest til að rýna gögnin og fresta umræðu máli til næsta funda bæjarstjórnar sem hér í dag. Forseti með fylgja svörunum eftir og opna síðar fyrir umræðu. Í byrjun rétt að árétta að við vitum öll að stundum getur reynst erfitt að bera saman ólíka hluti. Hér í þessu samhengi verður farið yfir fermetraverð hjá umræddu íþróttahúsi, leik- og grunnskólum og 2 verð verða nefnd hér. Annars vegar framkvæmdakostnaður og hins vegar heildarkostnaður. Einnig verður farið yfir kostnaðaráætlun umræddra verkefna. Í framkvæmdu Reykjanesbæjar á árum áður var yfirleitt samið á tvennan hátt, þar að segja annars vegar var farið í útboð í framkvæmdina sjálfa eða húsi sjálft og hins vegar í annan kostnað sem fól í sér hönnun, aðkeypta þjónustu, búnaðarkaup og eftir atvikum annan kostnað. Í dag felst Reykjanesbær eftir því að bjóða út ýmis í alútboði eða í uppbrotnu heildarútboði. Til að horfa til viðmiða til þess að tölur segja okkur eitthvað, þá gefur Lánasjóður sveitarfélaga út viðmið fermetraverð grunnskóla á landinu sem 860.000 krónur á fermetra og 920.000 þegar kemur að leikskólum. Þegar horft til fermetraverðs hjá nýjum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu fermetraverðið þar 1,1 til 1,35 milljón á fermetr. Þegar horft til endurbygginga á höfuðborgarsvæðinu viðmiðið 900.000 til 1,1 milljón á fermetr. Þegar horft til leikskólabygginga viðmiðunarverðið 1,4 til 1,6 milljón á fermetr. Ástæðan fyrir því að við erum að horfa til bygginga á höfuðborgarsvæðinu í verð hugmyndum hér og viðmiðum að það hægt að horfa til nýlegra bygginga. Forseti biður ykkur einnig að hafa í huga að árið 2022 var gríðarleg hækkun á byggingavörum vegna COVID-faraldursins og stríðsins í Úkraínu. Verkefnin verða hér lesin upp hver fyrir sig og búið að núvirða verkefnin í takt við byggingavísitölu. Nú við byrjum á grunnskólanum Stapaskóla, svokölluðum áfanga 1 sem einnig bókasafn. Skólinn 7.339 fermetra nýbygging. Upphaf verkefnisins var árið 2019 og því lauk árið 2023. Byggingarnefnd Stapaskóla var bæjarráð Reykjanesbæjar á þeim tíma. Verkefni samanstóð af hönnunarsamkeppni þar sem byggingarnefnd valdi eina hönnun og kaus þá byggingu. Byggingarnefnd var reglulega gert grein fyrir stöðu framkvæmdarinnar og samþykkti fjárhagsáætlun verkefnisins. Farið var í útboð með lóðina, eftirlit og byggingarstjórn en innkaupastjóri stýrði búnaðarkaupum. Áætlun gerði ráð fyrir 6,4 milljörðum en heildarkostnaður verkefnisins var 4.324 milljónir. Inn í því verði eru öll útgjöld, verkframkvæmdin, aðkeypt sérfræðiþjónusta, lóð og allur búnaður. Fermetraverðið fyrir framkvæmdina, það að segja húsið, 387.939 krónur en fyrir heildarkostnað verkefnisins 589.858 krónur við verklok. Uppreiknað verð til dagsins í dag fermetraverðið 861.193 krónur. Viðmið við fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu 1,1 til 1,35 milljón og viðmið Lánasjóðsins fyrir grunnskólabyggingar 860.000 á fermetr og eru við því algjörlega á pari í kostnaði byggingarinnar Stapaskóla áfanga 1. Forseti vekur athygli á því að þegar þið rýnið í hönnunarkostnað má sjá að farið hefur 46% umfram áætlun en skýringin þar undir að öll hönnun og eftirlit á alla áfangana 3, Stapaskóla 1, 2 og 3, þar að segja grunnskólan, leikskólan og íþróttahúsið eru þarna inn í umræddri heildartölu og skýrir þessa hækkun. Nú við höldum áfram íþróttahúsið Stapaskóli, þar að segja áfangi 2 ásamt keppnisundlaug. Íþróttahúsið 5.088 fermetra nýbygging, upphaf verkefnisins var 2021 og verklok árið 2025. Byggingarnefnd var bæjarráð Reykjanesbæjar, verkefni samanstóðu hönnunarsamkeppni í höndum byggingarnefndar. Ákveðið var að breyta upphaflegri hönnun og verkefni stækkað
úr hefðbundnu íþróttahúsi í fullbúið keppnisíþróttahús. Einnig var tekin ákvörðun að breyta sundlauginni úr 16 metra sundlaug í 25 metra keppnislaug. Byggingarnefnd var reglulega gert grein fyrir stöðunni og samþykkti fjárhagsáætlun verkefnisins. Farið var í útboð með eftirlit og byggingarstjórn en innkaupastjóri stýrði búnaðarkaupum. Heildarkostnaður var áætlaður 3.850 milljónir en endaði í 3.969 milljónum eða 3% yfir áætlun. Uppgjör verkefnisins liggur ekki fyrir en unnið er í uppgjörsmálum áfangans. Fermetraverðið fyrir framkvæmdina er 598.000, fermetraverðið fyrir heildarkostnað verkefnisins er 780.000 og uppreiknað 780.180 krónur. Erfitt er í þessu að bera saman viðmið við aðra byggingar þar sem ekki er að ræða strípa íþróttahús, en forseti vekur athygli bæjarfulltrúa á blaðsíðu 10 í heftinu ykkar. Það sem kemur fram að íþróttamiðstöð nýleg í Búðardal er áætluð 962.000 í fermetraverði og knattspyrnuhús nýlegt í Garðabæ er með áætlaðan heildarkostnað upp á 4 milljarða og ekki er vita hvort að búnaður tilheyrir þeirri tölu, til að við áttum okkur á samhengi. Uppgjör verksins liggur ekki fyrir og aftur er rétt að taka fram að bæjarstjórn ákvað breytingar á Stapaskóla áfanga 2, bæði að fara úr hefðbundnu íþróttahúsi í keppnishús og að stækka sundlaugina. Auk þess er í húsinu fullbúið bókasafn fyrir hverfið sem er ívið stærra en skólabókasafn. Við höldum áfram grunnskólinn Holtaskóli. Skólinn er 5.686 fermetrar en bæði að ræða endurbyggingu hússins og nýbyggingu þar sem verið er að stækka skólan 70 pláss. Þannig að hann rúmi 500 nemendur. Búið er að endurgera 4.280 fermetra byggingunni er rúmlega 75%. Upphaf verkefnisins var árið 2023 og áætluð verklok eru árið 2027, þar að segja verkið er enn í vinnslu. Verkefni hefur verið vistað í stjórn Eignarsjóðs og í bæjaráði þar áður. Fjárhagsáætlanir hafa verið yfirfarnar í stjórninni og staðfestar í bæjaráði og þaðan í bæjarstjórn. Sami var hönnun og byggingaeftirlit. Verkið var sökum stærðar þess brotið niður og ýmist farið í útboð eða verkhönnun en innkaupastjóri hefur stýrt búnaðarkaupum. Heildarkostnaður verkefnisins eru 2.426 milljónir en upphafleg áætlun heildarkostnaður er upp á 3.741 milljón en uppreiknað upp á 4,4 milljarða. Uppreiknað fermetraverð er 505,7 þúsund. Viðmið lánasjóðsins í endurbyggingu er 700.000 á fermetra. Viðmiðunar fermetraverð í enduruppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu er 900.000 til 1,1 milljón á fermetri. Verkinu er ólokið, það er innan áætlunar og innan viðmiðunar fermetraverðs. Þá erum við komin að Myllubakkaskóla. Skólinn er 8.015 fermetra en bæði að ræða endurbyggingu hússins og nýbyggingu. þar sem verið einnig að stækka skólan 150 pláss þannig að hann rúmi 500 nemendur. Búið að endurgera 5.120 fermetra af byggingunni eða rúm 65%. Upphaf verkefnisins var árið 2022 og áætluð verklok er árið 2027, þar að segja verkið er enn í vinnslu. Verkefni hefur verið vistað í stjórn Eignarsjóðs og í bæjaráði þar áður. Fjárhagsáætlanir hafa verið yfirfarðar í stjórninni og staðfestar í bæjaráði og þaðan í bæjarstjórn. Sami var hönnun og byggingaeftirlit, verkið var sökum stærðar þess brotið niður og ýmist farið í útboð eða verkkönnun en innkaupastjóri hefur stýrt búnaðarkaupum. Heildarkostnaður verkefnisins er 3.851 milljón en upphafleg áætlun var á 4.713 milljón. Heildarkostnaður er upp á 6,3 milljarð en uppreiknað 6,8 milljarð tæpir. Uppreiknað fermetraverð er 757.000, viðmið lánasjóðsins í endurbyggingu er 700.000 á fermetrar og viðmið við fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu er 900.000 til 1,1 milljón. Skýring fyrir því af hverju Myllubakkaskóli er yfir viðmiðunarverð í endurbyggingu og er með hærra fermetraverð en Holtaskóli er vegna þess að í þessu verkefni er meira nýbyggingu að ræða en í Holtaskóla.
Viðmiðunarverð lánasjóðsins á einnig við tiltölulega hreina endurbyggingu en hér er sambland og meira nýbyggingu að ræða. Verkinu er ólokið, það er innan áætlunar en fermetraverðið er hærra en viðmið lánasjóðsins vegna hér ástæðna sem forseti kom inn á en þó aðeins 57.000. Leikskólinn Aspalaut. Leikskólinn er 1264 fermetra af stærð og er nýbygging. Upphaf verkefnisins var árið 2023 og verklok var árið 2025. Verkefni hefur verið vistað í stjórn Eignasjóðs og í bæjarráði þar áður. Fjárhagsáætlanir hafa verið yfirfærðar í stjórninni og staðfestar í bæjarráði og þaðan í bæjarstjórn. Reykjanesbær fékk hönnun og fokhelt steypt hús afhent frá Bygg sem er byggingaraðili í Hlíðahverfi. Eftir afhendingu sá Reykjanesbær hönnun á aðaluppdráttum og bauð verkið út í alverktöku. Innkaupastjóri stýrði búnaðarkaupum. Heildarkostnaður verkefnisins er 907.388.000. Upphafleg kostnaðaráætlun var 785 milljónir en ákvæðið var að flýta ákveðnum verkþáttum og tilboðsverki sem hafði í för með sér ógreindan kostnað upp á 85,2 milljónir. Mismunurinn á heildarkostnað og áætlun liggur í aðkeyptri þjónustu og búnaði. Fermetraverð fyrir framkvæmdina er 594.000 og heildarkostnaður með uppsteypu Bygg er 1.049.000. Viðmiðunarverð á fermetra samkvæmt lánasjóðinu er 960.000 á fermetra en þegar horft til fullbúins leikskóla á höfuðborgarsvæðinu með öllu er áætlað 1,4 til 1,6 milljón á fermetra. Mannvirki var eignfært upp á 1,3 milljarð og uppreiknað fermetraverð er 1.072.000. Verkinu er lokið og það skal flagga því sérstaklega að það var tekið verkliði úr áætlun og framkvæmt sjálft á Reykjanesbæ til að flýta verkinu. En þið sjáu líka útskýringar í ykkar plöggum, kæru bæjarfulltrúar. Hljómahöllin bókasafn Reykjanesbæjar er að ræða breytingar á hljómahöll og endurbyggingu. Verkefni hófst árið 2024 og áætluð verklok er árið 2027. Verkefninu var upphaflega útdeilt til verkefnastjóra og síðar í verkefnahóp sem hélt utan verkefnið. Það var síðan tekin inn í stjórn Eignasjóðs og þaðan í bæjarráð til bæjarstjórnar. Verkið var að mestu unnið með tilboðsgerð, kostnaðaráætlun var upphaflega 280 milljónir, samtals hefur verið framkvæmt fyrir 183,7 eða 61% af kostnaðaráætlun. Verkinu er ekki lokið, verkið er innan fjárheimilda. Leikskólinn Drekadalur. Leikskólinn er 1187 fermetra nýbygging, upphaf verkefnisins var árið 2022. Verkinu er ólokið en gert er ráð fyrir að því ljúki fljótlega núna á þessu árið 2026. Samþykkt var fjárhagsáætlun í verkið og verkefni átti heim í stjórn Eignasjóðs og fór þaðan í bæjarráð og í bæjarstjórn. Þegar Reykjanesbær tók við verkinu eftir að verktakinn yfirgaf það í desember árið 2024 var farið í að hanna aðaluppdrætti og verkið boðið út í alverktöku. Innkaupastjóri stýrði búnaðarkaupum. Uppreiknaður heildarkostnaður verkefnisins er 1,7 milljarðar og verkinu er ólokið. Upphafleg heildaráætlun gerði ráð fyrir 1.595 milljónum. Reykjanesbær tók við framkvæmd hússins þarna í desember 2024 og stefnt að því að klára 2 síðustu deildir núna á árinu. Uppi er ágreiningur við verktaka tjón vegna verkefnisins fyrir háar fjárhæðir og ekki er komið niðurstaða í málinu. Verkinu er ólokið og uppgjör er í vinnslu. Forseti hefur lokið yfirferð sínu hér á þessu máli og orðið er laust til fjárfestingaverkefni 2025. Margrét Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Fulltrúar umbótar á Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi bókun vegna fjárfestingaverkefna bæjarins. Þann 7. ágúst 2025
bókuðu við ósk heildstætt og rekjanlegt uppgjör fjárfestingaverkefna bæjarins. Þann 18. desember 2025 ítrekuðu við þá beiðni og lögðum jafnframt sérstaka áherslu á að fram kæmi upphafleg fjárhagsáætlun hvers verkefnis fyrir sig. Hvenar og hvar verkefni var samþykkt og ef samþykktar hefðu verið viðbætur eða breytingar að fram kæmi upphæð þeirra og dagsetning samþykktar. Nú eru 6 mánuðir liðnir frá upphaflegu beiðninni. 6 mánuðir. Á þau tíma hefur ekki verið lagt skýrt fram og ótvírætt yfirlit sem sýnir hvar og hvenar samþykkt var að fara fram úr upphaflegum fjárheimildum. Framlögð gögn veita ekki þann rekjanleika sem óskað var eftir og ekki hefur verið vísað með afdráttarlausum hætti í bókun sem hafa heimilað umfram fjárútgjöld. Málið er einfalt. Ef farið fram úr samþykktir fjárheimild þarf nýja, formlega og bókaða samþykkt fyrir hverri nýrri fjárfestingar ákvörðun. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum má ekki stofna til útgjalda nema fyrir liggi samþykkt fjárheimild. Það er lagaskylda og grundvallarregla í meðferð skattfjár. Þegar 6 mánuðir líða án þess að hægt sé að sýna fram á skýra og bókaða heimild vekur það alvarlega spurningar fjármálastjórn og gagnsæi. Meirihlutinn, Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn og Bein leið fer með stjórnum bæjarins og ber ábyrgð á þeirri stöðu sem hér er uppi. Sú ábyrgð felur í sér að tryggja gagnsæi, rekjanleika og skýrar heimildir fyrir ráðstöfun skattfjárs. Ef ekki verður tafarlaust lagt fram skýrt og sannarlegt svar að umfram útgjöld hafi verið samþykkt með formlegum hætti, munum við fara fram á óháða úttekt á málinu. Bæjarbúar eiga rétt á skýrum svörum, þeir eiga rétt á ábyrgri fjármálastjórn meirihlutans og þeir eiga rétt á því að farið sé vel með skattfé þeirra. Ég óska þetta verði bókað undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir umbót, Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson og Birgitta Rún Birgisdóttir Sjálfstæðisflokki. Takk. Takk fyrir. Varaforseti bregður hér sér í hlutverk forseta þar sem forseti stökka aðeins frá. Eru fleiri sem vil taka til máls? Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi fyrsti varaforseti sem núverandi situr hér sem forseti. Ég skil ekki alveg kannski aðeins bara, það berst fyrirspurn frá minnihluta. Það sem kemur fram frá 7. ágúst, svo þetta ítrekað 18. desember að fá heildar uppgjör með áætlanir vegna eftirfarandi verkefna og svo eru verkefnin talin upp. Flest þessara verkefna eru bara eins og sannarlega hefur komið hérna fram í svörum bara ennþá í gangi. Það er í rauninni bara fyrsti hluti Stapaskóla þar sem var hægt að gefa upp heildar uppgjör. Þannig að það er kannski að fyrsta, bara verkefnin eru bara enn í gangi og það kemur fram í þeim svörum sem af því að þarna þegar að bókunin kemur fram fyrst, fyrirspurnin, þá fá starfsmenn á umhverfis- og framkvæmdasviði sannarlega bókunina að senda til sín. Þannig að sú vinna hófst á þeim tímapunkti. En bara staðan er svo að heildar uppgjör bara liggur ekki fyrir. Þannig að þeir hafa verið í óðaönn að safna þeim upplýsingu til þess að svara þá allavega hvernig staðan er á þessum verkefnum núna. Þannig að það er kannski eitt og það má vel vera að minnihluta finnist það ekki nægilega skýrt eða ekki nægilega góð vinnubrögð að fá ekki heildar uppgjör verkefna sem er ekki lokið. Þegar talað ég var að reyna að ná utan þetta þar sem farið var yfir samþykktar heimildir. Þessi verkefni hafa verið síðan við settum stjórn Eignasjóðs á laggirnar og ég ætla líka bara að taka það hér fram að hér hef ég
fæst okkar hafa setið hér í 12 ár. Að þegar stjórn Eignasjóðs er sett á laggirnar til þess að einmitt að halda sem best utanum fjárfestingarnar okkar, þá eru á hverjum einasta fundi stjórnar Eignasjóðs þá farið yfir verkin, þar sem að við eigum öll fulltrúa. Þar farið yfir fjármögnunina, allt. Þær fundargerðir við ákváðum til þess að tryggja að við værum með gagnsæi, þær fara fyrir bæjaráð og koma hingað inn til bæjarstjórnar. Þannig að við staðfestum og höfum umfjöllun fundargerðir stjórnar Eignasjóðs og þar með alla fjárfestingar bæði inn í bæjaráði og hér. Þannig að bæjarstjórn hefur samþykkt allt það sem við erum búin að framkvæma. Alla verkþætti sem stjórn Eignasjóðs hefur fjallað þar sem við fáum þá aðila og þeir sitja þar. Við erum auðvitað með aðkeypta þjónustu í 2 af þessum verkefnum sem eru Myllubakkaskóli og Holtaskóli og þeir hafa alltaf verið með fulltrúa á fundinum þar til nýverið bara út af persónulegum ástæðum. Þá gat sá aðila ekki setið þá fundi en ég veit að minnihlutin ekki að spyrja út í það. Þannig að ákvarðanir hafa verið staðfestar, kynntar og upplýst það í stjórn Eignasjóðs, farið inn í bæjaráð og bæði fundargerð bæjaráðs þar sem fundargerð stjórnar Eignasjóðs til afgreiðslu. Hún tekin í gegnum 2 ráð í raun. Þannig að bara það við staðfestum þetta allt saman hér, þar sem við erum öll. Þannig að það ekkert þarna sem hefur ekki verið staðfest. Ég veit að fyrri byggingarnefnd eða bæjaráð sem þá byggingarnefnd fyrri verkefna fjallaði líka það þar. Eins og þegar var tekin ákvörðun það að stækka íþróttahúsið við Stapaskóla og færa það úr hefðbundnu íþróttahúsi yfir í að vera heimavöll körfuknattleiksdeildar Njarðvíkur. Þannig að ég skil ekki alveg það má vel vera að einhverju finnist tölulegu gögnin sem hér koma fram ekki nægilega gagnsæ, þó við höfum fengið það í samtölum í bæjaráði frá fulltrúum frá umhverfis- og framkvæmdasviði. Ég að reyna að vera alveg rosalega hólfu Við fengum upplýsingar frá þeim. Þetta eru bókhaldið okkar á fjármálasviði, fór í gegnum hvern einasta reikning sem samþykktur hefur verið á verkefnin. Þau eru dregin saman hér í þetta skjal sem heitir hér hjá okkur minnisblað vegna fyrirspurnar. Og ég hlustaði vel eftir því að forseti hefur greinilega farið þó að hún hafi sagt meira heldur en þarna kemur fram, þá hún að rekja kannski söguna sem líka bara fínt. Að þarna kemur fram nákvæmlega hver áætlun hefur verið í hverju verkefni fyrir sig og raun. Og það fer ekkert í áætlun nema það fari fjárfestingaáætlun og fjárfestingaáætlun líka samþykkt hér. Þannig að þetta allt bara, við sjáum það bara árið 2017 í Stapaskóla 1, þá í áætlun 1,4 milljarðar. En raunin var að af einhverjum ástæðum þá var kostnaðurinn það ár bara 127 milljónir. Ári eftir var þá gert ráð fyrir 1,5 milljarði og af einhverjum ástæðum, ég ætla að giska á að það hefur bara ekki tekist að framkvæma eins mikið og var áætlað á árinu 2018, að þá framkvæmt fyrir 238.973.000. Og svo koll að kolli, þannig að við erum með töflu sem sýna áætlun og raun í hvert verkefni fyrir sig. Sannarlega í Stapaskóla annar áfangi þá áætlum við 3.850.000.000 og raunin 3.969.000.000. En uppgjör ekki lokið, þannig að við vitum ekki hvort við vorum að fara fram yfir eða ekki. Af því að heildaruppgjör liggur bara ekki fyrir. Áætlun í Myllubakkaskóla 4,7 milljarðar, raun það sem við erum búin að bóka á verkefni 3,8.
Svo því öfugt farið í Holtaskóla en það skýring á því. Við erum búin að áætla í fjárfestingaáætlun og samþykkja sem við samþykjum hér, bara í alvörunni. Þannig að samþykti liggja bara fyrir 1,8 milljarður en raun 2,4 og það kemur fram í minnisblaði sem við fengum hjá þeim að þar færðu þeir fjárheimildir á milli verkefna af því að það var bara staðan var þannig að það var hægt að framkvæma meira í Holtaskóla en Myllubakkaskóla. En við fórum ekki út fyrir fjárheimildir. Ég veit ekki hvort ég á að halda eitthvað áfram. Hérna kemur Drekadalur. Við þekkjum þá sögu bara. Við erum búin að samþykkja áætlun 1.595.000.000. Raunin 1747 og aftur heildar uppgjör, takk fyrir, liggur ekki fyrir. Þannig að við verðum að bíða eftir að það liggi fyrir. Við vitum að það ákveðið tjón sem þarna sem á bara eftir að fá úr skorið hvert verður og þegar það liggur fyrir, þá getum við alveg farið að rífast aftur það hvort að verkið hafi farið yfir ekki. En áttum við bara að hætta? Ég held að við séum öll sammála því að gera það ekki. Það eru bara svona skýringar á bakvið þetta allt, þannig að ég skil að það vont að fá útskýringar sem eru bara góðar. Þú veist, þetta akkurat svoleiðis. En allt þetta hefur verið samþykkt af því að starfsfólki okkar í eignaumsýslunni, það fer ekkert að eyða mörg hundru milljónum meira heldur að fær úthlutað í fjárfestingaáætlun. Og ekki ákveða þeir hver fjárfestingaáætlunin er, það eru við. Þannig að ég bara ætla að vísa þessu til föðurhúsanna og vera bara ótrúlega ánægð með þá uppbyggingu sem við höfum verið í síðustu ár. Kæra þakki fyrir þetta. Hér var herslumunur á höndum. Alexander Ragnarsson býðst til að byrja, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, hér var lögð fram beiðni og svo fóru svörin að berast. Og við fengum nú þriðja plaggið núna, einhvern tímann helgina, eða rétt fyrir helgi. Það vill nú þannig til að ég hefða nú svolítið að atvinna að skoða svona kostnaðaráætlanir og annað. En það var svona smá hausverkur að koma sér í gegnum þetta. En ég ætla í raun ekkert að ræða tölur því að það er í raun ekki nema eitt af þessum verkefnum sem er allstaðar útskýrt að liggi fyrir loka uppgjör og sé lokið. Þannig að hitt er allt ennþá í vinnslu en það er ekkert vandamál að fá stöðu á framvindu í svona verkum þegar það liggur alltaf fyrir og það þarf ekkert langa tíma að finna það. Þannig að það skýrir ekki það að það tekir langa tíma að fá svör. En í bókun okkar og það sem við erum að óska eftir skýrari svörum að það hér stendur ef samþykktar eru viðbætur við ofangreind verkefni eða breytingar að þá komi fram upphæð og dagsetning á samþykktum. Og svo flettir maður hér í gegn og það stendur viðbætur engar, en hér eru viðbætur. Ákveðið var að fara í stækkun og Sé-Álmu og þar kemur málið var kynnt fyrir stjórn Eignasjóðs 19. september 2023. Í fundargerð Eignasjóðs 19. september 2023 eru samþykktar teikningar. Er það eina samþykktin sem er lögð fyrir milljarða framkvæmd? Við erum óska eftir hvenær var það samþykkt að fara í þessa framkvæmd? Hvenær lá kostnaðaráætlun og hvenær var sá kostnaður samþykktur og hver gerði það? Var það í bæjarráði og hvenær var það gert? Það er spurningin okkar og henni er ekki svarað hér. Þess vegna erum við óska eftir því að fá þessi svör. Takk fyrir.
Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég er svona að byrja að mynda með mér vissan kvíða fyrir öllum þessum óloknu málum, hvar þau munu enda. En ég vil bara leggja áherslu á þessar spurningar okkar. Þið þurfum bara að lesa bókanir okkar varðandi þetta. Við erum að biðja upptalninguna á vissu formi og þar við situr. Við viljum bara fá þetta eins og stendur á heildstæðu og rekinlegu uppgjöri. En að því við erum hérna undir liðnum svör við fyrirspurnum og eins og bæjarfulltrúi Hjörtur segir þá hleyp ég stundum á milli fundagerða, ég svona þvert á fundagerðir. Ég var með 2 aðrar fyrirspurnir. Ein var vegna viðskipta Miðlands EHF og Reykjanesbæjar. Það er hægt að sjá þá fyrirspurn í bókun frá 16. janúar sem var svo ítrekuð 20. janúar, fyrst í Usk og svo hér í bæjarstjórn. Mér finnst ég ekki vera búin að fá nein svör þaðan það mál. Og svo óskaði ég eftir í fyrst tölvupósti til bæjarstjóra og svo í bókun 7. janúar óskaði ég eftir í tölvupósti og ítrekkaði og bókaði á bæjarstjórnarfundi 3. febrúar þar sem ég vildi fá að vita lausar lóðir í Reykjanesbæ. En einhvern veginn bæjarstjórinn aldrei við einhvern veginn til þess að svara þessari fyrirspurn. Hann hefur, formaður bæjarráðs auðvitað bæjarstjóri í fjarveru bæjarstjóra, það ekki rétt skilið hjá mér, forseti? Undarlegt að bæjarstjórinn sem í orlofi skuli ekki koma þessu minnisblaði þá á sitjandi bæjarstjóra. Þannig að ég óskætti því formaður bæjarráðs, ert þú með þessi svör? Takk fyrir. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Það er ekki þannig þó að bæjarstjóri taki sér örstutt orlof að það virkist eitthvað staðgengils hlutverk nema þegar þannig aðstæður kom upp að það þarf að grípa inn í. Þannig að ég tek ekki svörin úr höndum bæjarstjóra þegar bæjarstjóri falið að afla svara og hann útskýri það sjálfur síðast á síðasta fundi að hann myndi koma með svörin til dæmis varðandi Miðland og þá fyrirspurn, þannig að ég vænti þess að þau komi bara á næsta fundi. Varðandi lausa lóðir að þá bæjarfulltrúi Guðbergur búinn að fá gögnin fyrir bæjarráðsfundin sem á 50. Við fengum fundarboð og gögnin eru komin inn og þar viljum við hafa bara sama verklag og við vorum með varðandi núna þessa fyrirspurn varðandi fjárfestingar. Þannig að sviðstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs mun koma inn á fundin til þess að fara yfir þau gögn sem hann búinn að safna til þess að vera vissum að hann hafi skilið spurninguna líka rétt upp á ef hann þarf að afla einhverja frekari gagna fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Þannig að þau svör, ég veit að þau svör verða lögð fyrir næsta bæjarstjórnarfundi. Þannig að þau eru búin að vera að vinna í því svo að það komi hér fram. Það er eitt sem ég vil samt minnast á því ég fór líka bara og sótti fundargerð annars fundar stjórnar Eignasjóðs Reykjanesbæjar sem haldinn var á Courtyard by Marriott hóteli Aðalgötu 60 19. september 2023 klukkan 12. Á þeim fundi voru viðstaddir Friðjón Einarsson formaður, Grétar Guðlaugsson fulltrúi minnihluta, Guðmundur Björnsson fulltrúi meirihluta, Hólmfríður Árnadóttir fulltrúi meirihluta og Harpa Björg Sævarsdóttir fulltrúi minnihluta. Það stendur nú reyndar ekki á sér fulltrúi minn og meirihluta en mér finnst bara mikilvægt að komi fram hér að öll áttu fulltrúa á þessum fundi.
Fyrsta mál á dagskrá þessa fundar með fylgigögnum var yfirferð verkefna breytingar á hönnun Myllubakkaskóla. Viggó Magnússon frá Arkis arkitektum og Guðlaugur H. Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, kynntu frumdrög að breytingum á hönnun Myllubakkaskóla. Niðurstaðan að mikil hagræðing samfara þessum breytingum, meðal annars lækkun kostnaðar, hagræðing í sjálfbærni sem og möguleiki á að opna inn í kennslustofur á meðan framkvæmdir við viðbyggingu standa yfir. Gert ráð fyrir fjölgun nemenda 150. Stjórn Eignasjóðs samþykkir framkomnar teikningar. Mál 2. Yfirferð verkefna breyting á hönnun Holtaskóla. Sama. Breyting á hönnun lögð fram, gert ráð fyrir fjölgun nemenda 70. Stjórn Eignasjóðs samþykkir framlega teikningar á Holtaskóla. Þessi fundargerð fer, eins og ég myndist á áðan, inn í kerfið okkar og fullnaðar afgreidd hér. Ég reyndar forseti var ekki búin að kanna hvort að það hafi einhver lagst gegn því á bæjarstjórnarfundi sem haldinn var næst á eftir 19. september 2023. En það einfalt fyrir okkur að finna út úr því. En sko málið bara að það rosalega einfalt að fara að segja hér, koma hér upp og segja að þetta sé einhverjum öðrum að kenna. Það mjög einfalt. En málið bara það að hér fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 19. september 2023 tekið til afgreiðslu á 660. fundi bæjarstjórnar 3. október 2023 klukkan 17 í Merkinesi Hljómahöll. Fundargerð stjórnar Eignasjóðs var annað mál á dagskrá, forseti gaf orði laust. Til máls tóku Margreta Sanders, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason og Guðni Birna Guðmundsdóttir. Ég veit ekki nákvæmlega hvað við sögðum, við getum farið og skoða það. En fundargerðin var samþykkt 11-0. Þannig að bara í alvörunni tölum íslensku, þessar ákvarðanir, breytingar, fjármálin, allt sem kemur inn í Eignasjóð, það kemur að lokum til okkar hingað og það við sem samþykkjum það. Og á þessum fundi var Alexander Ragnarsson, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Guðbergur Reynisson, Guðni Birna, Halldóra Fríða, Hjörtur Magnús, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Sverrir Bergmann og Valgerður Björk Pálsdóttir. Takk. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég var á þessum fundi og ég geta sagt til fundargerðin var samþykkt 11-0 því ég var búin að kíkja á það fyrir þennan fund. En við erum samþykja fundargerðir. Og í fundargerðinni samþykktar teikningar. Teikningar. Það þó orðin krafa að bæjarfulltrúar skilji teikningar og geti reiknað út kostnaðinn og þau þá að samþykja framkvæmdina. Byggingafulltrúi og aðrir samþykja teikningar, það hefur ekkert með framkvæmdakostnaði að gera. Þetta voru teikningar sem voru samþyktar, fór svo engi vinna fram í að kostnaðagreina þetta og leggja það fyrir bæjarstjórn eða bæjarráð. Hver kostnaðurinn? Þarf ekki að samþykja það. Við getum samþykkt alls konar teikningar, það veit enginn hvað svo framkvæmd kostar. Það hlýtur að þurfa að leggja það líka fyrir kjörna fulltrúa. Hver kostnaðurinn áður en farið í svona verkefni? Takk fyrir. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, já, bæjarfulltrúi Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, ég þakka þér fyrir það sem þú lagðir til málana hér, en og þú bentir Halldóra Fríða bæjarfulltrúi á það við ættum að tala íslensku. Eigum við ekki bara að tala íslensku? Kjarni málsins það eru 6 mánuðir liðnir frá því að við báðum upphaflega þessi gögn. Það hefur ekki verið vísað í bókun með umframheimildir. Það
Það er ekki vísað í dagsetningar, við báðum og ég bara skil ekki okkur þið skiljið þetta ekki. En það svona, maður skilur ekki alveg allt. Upphafleg fjárhagsáætlun hvers verkefnis fyrir sig. Hvar er hún? Við höfum bara ekki séð hana og við finnum hann ekki. Hvenar og hvar verkefni var samþykkt og ef samþykktar hefði verið viðbætur eða breytingar að framkæmi upphæð þeirra og dagsetning samþykktar. Þetta er bara kýrskýrt hvað erum að biðja um. Það er bara þannig. Bara svarið þessum spurningum okkar. Það getur ekki verið vandamál. Ég meina þetta hlýtur að vera til í öllum gögnum. Þú veist, við erum ekki að fara, sko þetta snýst formlega samþykkt hjá okkur. Ég bara aldrei séð neina kostnaðaráætlun. Og ég til það bara sé ámælisvert að fara í svona, að hefja framkvæmd í svona stóru verkefni án þess að vera með kostnaðarforsendur til staðar þegar við leggjum af stað. Bara í alvöru. Þannig að ég bara að biðja ykkur einfalda hluti, svariði spurningunum okkar. Takk fyrir. Já, kæru bæjarfulltrúar, ég misti aðeins af fyrstu ræðinu, biðst afsökunar á því, en ég er pínu týnd hérna. Forseti ætlar ekki að fara yfir það aftur. Bæjarfulltrúar Halldóra Fríða gerði það ágætlega formaður bæjarráðs að hér liggur fyrir áætlaður framkvæmdakostnaður, uppfærður heildarkostnaður og uppreikna miða við byggingavísitölu og hækkun til dagsins í dag til þess að við getum miða við viðmiðunartölur í dag. Þegar forseti fór hér yfir áðan viðmið frá lánasjóðnum og viðmið frá uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu, ef við værum að rýna í fermetraverð framkvæmdakostnaðar frá 2022 þá myndi það segja okkur mjög lága upphæð sem er ekki í samræmi við viðmiðin. Þannig að við erum búin að rýna þessar tölur, þær eru búin að liggja hér fyrir lengi. Við höfum unnið með okkar sérfræðingum í þessum málum, fjármálastjóra, sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs, deildarstjóra eignaumsýslu, bæjarstjóra, bæjarfulltrúar, hagdeild Reykjanesbæjar. Það er bara hreinlega spurning hvort að minnihlutinn hitti þá okkar sérfræðinga og fari yfir hvert útboð, hvert verkefni. Við töldum okkur vera að svara en það er greinilega ekki samræmi við það og ég velti fyrir mér það sem er skrítið í mínum huga er að allir flokkar innan bæjarstjórnar eiga fulltrúa í stjórn Eignarsjóðs. Það sem að okkar frábæri leyfi ég mér að segja að deildarstjóri er á 2 til 3 tíma fundum að fara yfir Excel-tölur verkefna. Þannig að ég velti fyrir mig hvort að þessar upplýsingar komast til skila eður ei, en þetta er bara eitthvað sem við þurfum þá að rýna nánar út því að hérna erum við á öðrum bæjarstjórnarfundi að reyna að svara þessu. Við fórum yfir þetta sérstaklega í bæjarráði með sérfræðingum þar sem hægt var að spyrja. En við rýnum það þá bara nánar. Hér allavega liggur fyrir yfirferð forseta í annað sinn framkvæmdirnar og hvað það standi í dag. 3 þættir kostnaður, framkvæmdakostnaður, heildarkostnaður og uppreiknaður kostnaður og fermetraverð eins og það er í dag til þess að við getum, eins og ég fór yfir hér í byrjun, að við getum miða við eitthvað sem segir okkur hvernig staðan á verkefnunum er. Það er líka hérna eru verkefni frá mörgum árum, það er verið að uppreiknaði með virði, þetta er hérna mikil samantekt, þannig að ég vil allavega vera með það alveg skýrt að okkar starfsfólki búið að vera öflugt að taka þetta saman og þetta eru miklar upplýsingar. Orðið er laust, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir kemur í andsvör í 3. sinn, gjörðu svo vel.
virðulegi forseti. Ég tek eftir að hér þarf alltaf að lækka myndavélina þegar ég kem í pontu. Ég er samt í hælum. En já, hér, ég held að sé mjög mikilvægt að komi fram af því að bæjarfulltrúi Alexander kom hérna upp og var að spyrja hvort við værum bara að samþykkja fundargerð og samþykkja teikningar. Að á þessum fundi, þar sem við öll höfðum okkar fulltrúa, kemur fram í samtali að þetta hagstæðari framkvæmd, þannig að það var ekki verið að kalla á neinar viðbútar fjárheimildir. Og þar liggur hundurinn grafinn. Það kostaði ekki meira, þetta hagkvæmara og ástæðan svo ég ekki verkfræðingur eða ég liðlegi að rétta tæki þegar einhver að smíða eitthvað heima hjá mér og hella upp á kaffi, en kannski ekki mikið meira. En ég skildi það þó að það verið að nýta útvegginn að framaverðu við húsið sem millivegg inn í nýja viðbyggingu. Þannig að við þurftum ekki að byggja þennan tígul sem stóð til að byggja inn í porti að þarna bak við Myllubakkaskóla og það var aðalatriðið. Og sama á við Holtaskólaframkvæmdina. Við erum að byggja viðbyggingu meðfram húsinu þar sem við notum núverandi útvegg hússins sem vegg í viðbyggingu. Þannig að hvoru þessar framkvæmda kallaði á viðbótarkostnað, þannig að bæjarráð þurfti ekki að taka tillit til þess, heldur já sannarlega að staðfesta teikningar. Þannig að ég held að skipti engu máli hver svörin eru. Samþykktir, allar fjárheimildir fóru til umfjöllunar í stjórn Eignasjóðs. Það bæjarráð sem staðfestir að því að málin eru sérstaklega tekin þar til samþykktar ef það kallar á einhvers konar fjárhagslegar skuldbindingar. Viðbóta þeim sem eru samþykktar í fjárheimildum sem eru fjárfestingar. Og svo kemur þetta allt að lokum hingað í fullnar afgreiðslu. Þannig að við erum ekki að fara út fyrir eitt eða neitt. Við erum með opið bókhald. Það hægt að kalla eftir þessum upplýsingum. Þannig að ég veit ekki hvort við erum eitthvað betur sett að fara að finna nákvæmlega klukkan hvað eitthvað var samþykkt einhvers staðar. Það myndi bara æra óstöðan. Bara við erum innan heimilda, ef við erum fyrir utan heimildi þá eru það í verkum sem ekki uppgjör liggur ekki fyrir. Já, ég held að skipta engu máli sem hvað maður segir. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Takk fyrir þetta. Ég vil bara minna á að í bókuninni okkar erum við að spyrja að fá þetta á vissu formi. Við erum óstöðug og viljum vera ærð. Við viljum fá bara fjárhagsáætlunina, hvenær var eitthvað samþykkt þar á milli og þetta voða einfalt að bara setja upp í Excel-skjal. Og það væri voðalega gott að fá það bara sem fyrst en auðvitað ef að þetta erfitt og við skiljum ekki hvort annað hérna bæjarfulltrúarnir, þá kannski ekki bara óeðlilegt að fá bara óháðan aðila til þess að fara yfir þetta. Og óháður aðili hlýtur að geta þá lesið fundargerðir og fundið út úr hvenær var fjárhagsáætlunin gerð, hvenær var eitthvað samþykkt og fjárhagsáætlun vegna þess samþykkt og hvar verkefni statt. En varðandi svörin, takk fyrir það, bæjarfulltrúi Halldóra, að benda mér á dagskrá næsta fundar á fimmtudaginn. Ég bara var upptekinn á bæjarstjórnarfundi og náði ekki að lesa þetta en eins og þú kannski sagðir hérna í ræðunni, ég eftir að hlusta á þetta og eftir, að þá engin gögn með þessu máli í bæjarráði, þannig að þau koma, ok. Ég bið spenntur eftir því, en þangað til ég ennþá óska eftir svör.
Alexander Ragnarsson fær hér leyfi þar sem hann brosir til forseta að koma hér upp í þriðja sinn. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það kannski rétt að við getum bara ekki skilið hvort annað og getum ekki verið sammála, en ég held að það sé nú ekki svoleiðis. En það er rétt sem bæjarfulltrúi Halldóra Fríða bendir hér á að einhvers staðar hefur það verið rætt að þetta var talið hagstæðari framkvæmd. En er það nóg fyrir okkur að fá það? Það kemur ekki fram í fundagerðinni, en það kemur fram hér í svari til okkar. Ég gat ekki séð það í gögnunum, en ég skal rýna þau betur. En að eitthvað sé talið hagstæðara, við hljótum að hæga að fá það sýnt fram á það. Það hlýtur að þurfa að hafa gert nýja kostnaðaráætlun til að sýna okkur fram á hagkvæmnina. Ekki það einhver telji eða hagstæðara. Það held ég að kunni ekki góðri lukka stýra í svona stórum framkvæmdum. Takk fyrir. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum að fagna því að ég held að tæknimæður sé komin yfir 10.000 skref í dag við að laga myndavélina. Sérstaklega þegar við skiptumst á við Halldóra Fríða, það munar 3 metrum á okkur. Mér langaði að koma aðeins hérna upp og leggja orði í belg og lengja langan fund. Sérstaklega út af þessari umræðu sem er núna búin að vera við bæjarfulltrúi Alexander og bæjarfulltrúi Guðbergur líka höfum setið reglulega fundi í gegnum tíðina á síðustu ár. Og ég held að við getum alveg verið sammála það að það er ekkit allt sem ratar endilega í bókanir. Það er oft óþarlega lítið, ég get alveg tekið undir það, en það er nú bara þannig að það er ekki hvert einasta smáatriði sem ratar endilega í bókanir þó að fari fram, komið fram á fundum, en það er ekki þar með sagt að það eigi sér ekki stað og sérstaklega þegar við eigum sannarlega fulltrúa í nefndum. Ég myndi segja fulltrúi í minni nefnd þar sem ég gegni formennsku frá Sjálfstæðisflokknum skipti nú bara skrambi miklu máli og hann geti sannarlega að tala við sína meðfulltrúa í Sjálfstæðisflokknum. Það eru sérstaklega í þeim nefndum og ráðum þar sem öll framboð eiga sína fulltrúa. Það ferli að sinna ákveðnu gagni og klukkan er svo margt, ég var að fara að sofa. En mér finnst gögnin sem komin eru fram bara sína nokkuð vel stöðuna. Ég fæ svolítið á tilfinninguna hafandi verið áður í minnihluta fyrir mörgum árum síðan að það sé einmitt eins og kom fram áðan pínu pirrandi þegar maður ætlar að hanga einhvern en nærði ekki og þá hangi maður í smáatriðunum. Ég hef alveg fallið þá grifið sjálfur. Ég ætla ekki að segja að núverandi minnihluti sé að því en ég hef allavega fallið þá grifið og þá verða fundið svolítið langir og þá verðandi bæjarstjóri pantaði stundum pítsu. Bæjarstjórinn okkar kemst ekki í það núna en kannski staðgengill bæjarstjóra. Margrét Þórarinsdóttir fær hér heimild til að koma upp í þriðja sinn. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir að leyfa að koma hérna upp í þriðja sinn. Núna bara, við getum rætt þetta endalaust og við náum ekki saman og allt það. En þegar við erum að tala fjárútheimildir, þá verðum við að samþykkja það. Það verður að koma fram í fundagerð að við samþykktum þessa upphæð til þessa verkefnis. Og það stendur bara hérna í sveitarstjórnarlögunum, grein númer 65, það má ekki stofna til útgjalda nema fyrir liggi samþykkt fjárheimild. Það er lagaskylda og grundvallarleg regla í meðferð skattfjár. Þetta er svo einfalt, ég skil ekki okkur, þið skiljið þetta ekki. Við erum að tala peningaupphæðir. Já, það þarf að gera það.
Já, býttu hægt að grípa fram í, komdu bara upp í pontu og talaðu þá. Nei, þetta er mjög einfalt. Við erum að biðja svör, við viljum fá svör við þessum spurningum okkar, hvernig sem að þið horfið á það, þá viljum fá dagsetningarnar, fjárupphæðirnar, kostnaðaráætlun upprunalega og það getur ekki verið erfitt. Þetta er allt til, eins og þið segið, en það tók samt 6 mánuði að fá þessi svör. Ég hefði haldið þetta sé allt til inni í kerfum Reykjanesbæjar. Ég bara gerir ráð fyrir því. En það tók 6 mánuði að finna þessi gögn og allir vinnu baki brotni við að koma með þessi gögn. Þetta bara á að liggja fyrir samþykkt og nákvæmlega eins og bæjarfulltrúi og Alexander Ragnarsson benti á. Ég meina verðum við ekki bara að fá einhvern óháðan aðila til að taka þetta út. Ég sé sem bæjarfulltrúi, ég hlýt að verða að samþykkja kostnaðaráætlun, ég verða að samþykkja fjárhæðir. Og ég er að tala um dagsetningarnar, ég er ekki að tala um klukkan hvað eins og bæjarfulltrúi Halldóra Fríða benti á. Ég vil fá dagsetningarnar. Hvenær samþykkti ég þetta og hver var upphæðin? Þetta bara er ekki flókið. Nú hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir. Forseti vill aðeins koma hér upp undir málinu og ítreka það sem hefur verið sagt stjórn Eignasjóðs en þar á þeim fundum, þar sem allir fulltrúar allra flokka sitja, er farið yfir fjárflæði framkvæmda hverjum fundi og rýnt sérstaklega í fermetraverð. Því að þar eru við líka með sérfræðinga sem að sitja þar fyrir okkar hönd og þeir skilja það mál. Þannig að það er rýnt á fundunum þar. Ef að við horfum bara í Myllubakkaskóla sérstaklega, kæru bæjarfulltrúar, og þið eru með gögnin fyrir framan ykkur, að þá er búið að samþykkja fjárhæð 4,7 milljarða í það verkefni og það stendur í 3,8. Þannig að sú áætlun heldur sér og coverar, afsakið, lélega íslensku, það sem verið er að vinna með hverju sinni. Þannig að, en allavega, hér er búið að vera fjörug umræða þetta mál og forseti vonar að forsendurnar og allavega tölunar sem að voru lesnar hér upp í gríð og org hafi komist til skila. En kannski í blálokin vill forseti fara yfir bókun meirihluta bæjarstjórnar þetta mál sem hljóðar svo. Meirihluti bæjarstjórnar ítrekar bókun meirihluta bæjaráðs og þakkar fyrir samantektina sem sýnir svo ekki verið umvilst að vel er haldið utan það fjármagn sem fer í framkvæmdir í Reykjanesbæ. Lykiltölu framkvæmda sýna uppreiknaðar heildarkostnaðar og hvern fermetra er vel undir samanburðarviðmiðum bæði í leik- og grunnskólum. Þau frávik sem koma fram snúa framkvæmdum þar sem enn er óvíst með uppgjör vegna samninga og eða mögulega málaferðla. Sem dæmi má nefna að lengi hefur því verið haldið fram að Stapaskóli sé dýrasti grunnskóla landsins en hér sést svart á hvítu að það er rangt. Þar sem uppreikna fermetraverð er 861.000 sem er í samræmi við viðmið Lánasjóðs sveitarfélaga. Það er því ljóst að Reykjanesbær hefur gætt aðhalds þegar kemur að byggingu skólans og kostnaðaráætlanir eru innan vikmarka. Það hefur verið gert á sama tíma og aðstæða og aðbúnaður innan skólans er til fyrirmyndar bæði fyrir nemendur og starfsfólk. Það er því ekki skrítið að önnur sveitarfélög líti til Reykjanesbæjar sem jákvæðrar fyrirmyndar. Rétt er að taka það fram hér að yfir verkefnunum var ýmist bæjaráð sem bygginganefnd, stjórn Eignasjóðs eða sérstakar verkefnastjórnir. Allar fundagerðir þessa ráða og stjórna og þar með ákvarðanir voru að lokum samþykktar af bæjarstjórn. Í því samhengi er einnig mikilvægt að taka fram að allir flokkar eiga fulltrúa í bæjaráði og í stjórn Eignasjóðs. Meirihluti bæjarstjórnar stendur stoltur á bak við þau verkefni sem við höfum fjárfest í á undanförnum árum. Með þeim tryggjum við að nemendur okkar, starfsfólk og íbúar búi við fyrirmyndar aðstæður. Með stofnun stjórnar Eignasjóðs og styrkingu á eignaumsýslunni hefur verið stutt við faglega nálgun
Gott eftirlit ásamt því að ferlar hafa verið styrktir sem skila sér í enn betra verklagi og nýtingu fjármagns til framtíðar. Bókun lýkur. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Kæru bæjarfulltrúar, eru einhverjir að brenna hér inni með loka athugasemdir þetta mál? Hér er verið að svara spurningum minnihluta og því er ekki þörf á að samþykkja 8. mál sérstaklega. Hér er bara svör við fyrirspurnum lagðar fram. Kæra þakkir fyrir heilbrigðar umræður, minn kæru. Heyrðu, við höldum áfram, við erum komin að 9. og síðasta málinu á dagskrá fundarins okkar í kvöld, en það er erindisbréf fyrir samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Forseti með fylgja hér eftir annarri umræðu erindisbréfi en fyrri umræðan fór fram hér þann 3. febrúar síðastliðinn. Hér er að ræða erindisbréf sem fallar samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Samráðshópurinn er samansettur af 6 einstaklingum, 3 eru skipaðir af bæjarstjórn Reykjanesbæjar og 3 eru tilnefndir af hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Auk þess eru tilnefndir 3 varamenn frá hvorum hóp. Samráðshópur málefni fatlaðs fólks starfar í umboði bæjarráðs og grundvelli 2. málsgrein 42. greinar samanber 8. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40 frá 1991. Auk þess sem kveðið er á í samþykkt erindisbréfsins, samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundasköp bæjarstjórnar nr. 1150 frá 2024 með síðari breytingur og eftir því sem lög mæla fyrir Samráðshópurinn hefur það hlutverk að vera formlegu vettvangur samráðs og samstarfs bæjarstjórnar, nefnda og ráða Reykjanesbæjar hagsmuni fatlaðs fólks þar sem fjallað er þjónustu við fatlað fólk, framkvæmd og þróun þjónustunnar. Samráðshópurinn á í eðli sín að vera vettvangur skoðanaskipta þar sem miðlun upplýsinga fer fram milli fatlaðs fólks og bæjaryfirvalda varða stefnu og framkvæmd í málefnum sem varða fatlað fólk. Markmið samráðshópsins er að bæta þjónustu við fatlað fólk í Reykjanesbæ en hlutverk þeirra spannar meðal annars að vera ráðgefandi áætlanagerð í málefnum fatlaðs fólks í Reykjanesbæ, að fylgjast með framkvæmd og þróun á þjónustu við fatlað fólk í Reykjanesbæ í samráði við notendur og talsmenn eða aðstandendur með ábendingum og tillögur þeirra sem í hlut eiga. Að koma á framfæri tillögum og hugmyndum inntak og tilhögun þjónustu við fatlað fólk í Reykjanesbæ og ábendingum gerð reglna þjónustu. Tekið skýrt fram að samráðshópurinn fjallar ekki málefni einstaklinga, fundagerðir samráðshópsins fara inn til velferðarráðs Reykjanesbæjar og þaðan til bæjarstjórnar. Fundagerðir verða lagðar fram nema framkomi sérstök mál sem þarf sérstakt samþykki bæjarstjórnar. Forseti hefur milli umræðna ekki fengið sendar athugasemdir hvorki frá bæjarfulltrúum né starfsfólki Reykjanesbæjar þannig að það sé tekið fram en auðvitað er umræðan hér opin erindisbréf. Þeir sem samþykkt geta erindisbréfi vinsalast gefið merki og hér fara allar hendur á loft, kæra þakki fyrir það. Nú, kæru bæjarfulltrúar, þá hefur formleg dagskrá bæjarstjórnar verið hér tæmd. Við munum undirrita fundagerðin okkar rafrænt líkt og við gerum á nútíma öld og lýsi því fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 713 hér formlega slitið.